Hvað að frétta? Ég var alltaf með nýmamma, sko. Það var bara upp á henni minni. Fyrir Darby! En til ekki snjóbolti! Look, I am a robot. Now Windridger attack. Windstotterinn að slátra þetta Ultrakill. Nei. Það að prófa sokk upp í okkur hérna, sko. Góða kvöldi, kæru landsmenn, velkomin í Litlu Kraftadeildina. Við erum hérna komin í kvöld til að horfa á seríuna milli PU og TDE. Já, en fyrst áður en við förum í það, þá ætlum við að taka smá recap á hvað búið að vera að gerast núna í mótinu. Þetta er 4. spilavikan sem er klára svona og þó nokkri leikir búin að vera spilaðir. Hæst ber að góma kannski að TSR eru ekki búin að tapa seríu hingað til og eru komnir áfram í úrslit. Nei, ekki úrslit, áfram í playoffs meina ég. En við erum að gera náttúrulega Swiss formati í fyrst skipti þar sem að já, svona hver vika mælir styrkleika liðana og matchar þau svona nokkuð evenly. En úr 3. umferð þá ætlum við aðeins að hérna sjáum við einmitt hvernig stigin hafa raðast. TSR komin áfram þannig efstir á bunchinu. Þeim fylgja Óreiðunakkarinn, Hamsturinn, Skepnunar, Mýmklúmurinn, Beigli og Snorra Dörganir, öllum með 2 stig og neðri helmingurinn er þarna með 1 stig og annarkvort 1 eða 2 töp og svo Global Gangforce 5 sem á eftir að ná sér í sigur ennþá en hafa vonur það. En já, svo náttúrulega situr alltaf 1 lið í hverju viku hjá. Þess vegna er þetta aðeins ójæmt og svo eigum við eftir að horfa á eina seríu í kvöld. En við ætlum aðeins að kíkja á 3 seríur hérna, fara aðeins yfir liðin og svona hvað þau eru búin að vera að gera vel. Kannski byrjum á fyrsta seríun sem við ætlum að kíkja á er hérna úr 3. umferð. Það var Snorra Dörganar á móti Prónuskóla Ömmu. Þetta var sería frá seinustu helgi, ef man rétt, og mjög skemmtilegir leikir. Sjáum hérna sem sagt geggjað Echo Slam sem að turnaði mitt fyrsta leiknum og Snorra Dörganar voru aðeins á afturfótunum til að byrja með þessari seríu en náðu mjög góð turnaround í leik 1 og tóku seríuna svo mjög convincingly 2-0 eftir það. Þeir fara þarna í Abaddoninn 2 í röð, virðast vera nokkuð svona öryggi með það pick, spila hann á báðum sætlinum og spila hann svona sem svolítið winning condition sitt sem að er svolítið áhugavert af því að þetta er svona
já, náttúrulega meiri offline hitja en venjulega en þeir hafa miklu trú á hann á honum sem svona core sem að tekur objectives og getur farið inn í late game og pikka svona smá óvinnileg picks hérna hjá Snorra Kó fari í Earthshaker Kvop Abaddon first game core line-up virkaði mjög vel fyrir það og náði mitt að slökkva á Iceclaw, svolítið vel í þessari seríu sem lykilspilari fyrir Prjónskóla Ömmu átti ekki góða leik hvorki á Fury og né Venno sem eru nú samt svona nokkuð góðar heitur þannig að svolítið svona smá afsettina í þessari seríu myndi ég segja og svona gott merki fyrir Snorra Dörgana farandi inn í mótið og já, svona P.O. sýndi smá merkjum að svolítið krambla þegar Iceclaw á ekki góðan leik en hann hefur átt mjög góða leiki fyrir hluta grúpsins og karriða svolítið liðið sitt en svona sína smá veiklega merki þar að hann ekki að eiga stjörnuframistöðu. Annars við kíkjum kannski á næsta leik sem Hamsturinn og Skepnunar gegn TSR Reserves en þar fara sem sagt Hamsturinn og Kó tvisvar í eða smá endurtekin picks það eru fara tvisvar í hennan PL sem að Týri átti alveg stjörnuframistöðu á móti mínklúrum í umferð nummer 2 ég man rétt og Týri spilaði vel en svona þessi PL svolítið svona off-meta og náði ekki alveg að karja það í gegnum þessu leiki og hinum meginn þá voru TSR með svona taka tvisvar Jugger tight mjög bara svona basic sterka strategy gott 5-mann og ég veit ekki standa sig bara mjög vel í rauninni í lanes og í gegnum leikin virðast þetta verið svona sterkasta liðið í mótinu sem eða eins og núna sko en svolítið svona meira unorthodox dæmi í gangi hjá Hamsturunum og Skepnunum þeir svolítið svona virðast fíla svolítið þannig Cheese var í PL og Wraith King offline og svo náttúrulega Hamsturinn með sitt svona mjög specific hero pool sem snýst mikið hann Tusk svo spilar hann Enchantress í leik 2 hann spilar Maidenum í leik 2 en hefur tekið Enchantress mitt líka þannig að svona lukkuði ekki alveg upp convincing þó hafi líka átt mjög góða byrjun á mótinu þá voru TSR svolítið svona herðum ofar í þessari seríu en við munum sjá meira af Hamstrinum og Skepnunum í næstu viku ef ég man rétt svo það í fjórðu umferð þetta var þar allavega að skoða C3XL á móti Global Gang Force 5 það var sería sem fór í 3 leiki hérna sem byrjun á fyrsta leika ef ég man rétt C3XL fær í mjög áhugavert strat svona með livestream mid sem að spilaði á móti Tinker áttur rosalega góðan leik en einhvern veginn náði ekki að það bara leikurinn dróst út og þessi Wraith King með minion facility og Tinker náði svolítið bara átfarma á en C3XL hérna mitt rosalega ykkur level 1 fight allir í öllum en svona svolítið verðt að skoða með C3XL svona þetta svolítið specific svona hero pool sem Daniel með og þeir eru búin að vera að skipta svolítið rólunum eða að reyna að finna út hvað hendaði best hann núna að spila mid og gerði þessa silju og það var svona lukkaði mest convincing fyrir þetta lið sko og Ari komin á offlane og Daniel átti svona í rauninni stjörnuleik þannig í game 2 og 3 og tók Dawnbreaker mid í leik 2 stóð sér mjög vel og svo var þetta þessi bein mid í game 3 sem að algjörlega tók Tinkerinn og bara í bakarið og svo kjúraði þetta 2-1 victory sem var fyrsta serían sem þeir unnu og í rauninni fyrstu leikinu heldur sem þeir unnu í mótinu þannig að það svona lið sem aðeins byrjað að fóta sig og finna taktinn sinn sem mjög gaman að sjá en einmitt það svona kannski helstu seríuna sem eru búin að frá senustu 2 vikum myndi ég segja en eins og ég sagði á hann þá erum við komin til að horfa á TTM móti PÖ og ég ætla að segja þetta gott með þetta recap það eru kastarinn okkar Bjarni og Andri sem að taka við eftir örstutt auglýsingalíða.
Átti hann að skipta akrein? Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Góða kvöldi, kæra áhorfendur og verið velkomin í Rocket League Ísland, það sem bestu íslensku... Andri, við erum að kasta Dota. Við erum ekki að kasta Rocket League í kvöld. Herri, afsakið þetta, kæra áhorfendur. Við erum komin hérna saman til að horfa á Dota 2, eins og ég var að vona að allir væru með á hreinu. Litlu kraftféladeildina, eins og Bergur kom inn á áðan, þá er það TDE Junior á móti PÖ í umferð 4. Þú ert gamall svona Dota 100, Andri? Já, ég spilaði 2015 mjög mikið með 4000 tíma, held ég, svona 2014 og 15. Já, þú ert svona representing svona the old guard. Já, hérna, margt búið að breytast síðan þá. Já, Andri er náttúrulega heiðusmeðlumur í Snorradörgunum, þannig að hérna, þú hefur verið skráður á roster og hefur keppt í þessum deildum, kannski ekki akkurat núna, en hérna, þú ert svona, eins og ég segi, þú ert að representa the old timers. Já, ég er big fan af Snorradörgunum. Já. En við ræðum ekki meira um það. Þú ekki svo eini. Nei, alls ekki. Herru, ég held að draftið sé bara tilbúið fyrir okkur. Við sjáum það hérna á skjánum. TDE Junior á móti PÖ. PÖ, hérna, ég ætla kannski bara að koma því fram strax áður en við förum í bönnin sem eru að byrja. PÖ eru 1-2 sem að svona kemur alltaf óvart af því að þeir eru high-ranked og góði spilarar en svona hafa kannski farið smá hægt á stað og hérna ef þeir tapa þessari þá ef ég skil þetta rétt þá eru þeir að fara að síta bara beint í lower. Já, er ekki 3 wins, þú ert komin áfram 3 losses. Já, öll fara áfram það fer, hvort þú fer í upper bracket eða lower bracket eftir þessa svona riðlakeppni, ég veit ekki alveg hvað þetta er kallað. Sko PÖ banna Pötsin og TDE svara með Venno og Shaker. Sem PÖ, þeir spiluðu þetta Venno mid senast sem var reyndar á móti okkur. Já. Og eins og segi PÖ mjög góðir spilarar. Mér finnst þeir spila svona frekar svona typical Dota. Þeir eru með svona offlane hlunk og svona frekar typical supporta. Yfirleitt svona einhvern svona dynamic midkall og carry sem að svona er solid og skalar. Ég veit minna hvað ég fæ frá TDE. Við sjáum TDE er að banna hérna Dawn líka.
offlinni hjá PE einmitt spila mikið svona einn reynst og svo einn meðleir hlung og eru góð með Dawn. Við vorum líka bannað það, taka Kvop líka út sem er svona Ice Claw special. Mitt sagði mér Hundur og Ice Claw, 2 middarnir Immortal hetjur. Immortal ranked og spila svona dálítið svona specific. Ég veit ekki alveg jafn mikið hvað Hundurinn, ég held að hann sé putsin sem þeir eru að banna. Það gæti verið rangt hjá mér sko, en ég hef séð hann á Profit líka, spila Profitinn frá middinu sem er svona Ice Claw reyndar gera það líka sko, þannig að Profit er svona einn af þessum köllum sem ég var búinn að svona með í rassásanum sem að gæti verið svona contested pick hérna. Razor líka bannar hjá PE, þeir bönnaði hann líka móti okkur þó að það er held ég líka bara því að hann hendar mjög vel á móti svona offlane poolinu þeirra og Snap út. Snap er líka mjög contested. Silencer insta clock svar. Klokk er þetta bara góður að jumpa Silencerinn og Silencerinn eðlilega vill ekki vera í koggum. Sáum PE mitt er líka í senustu seríu first pickuðu Silencer. Við vorum greinilega búin að preppa klokkin sem bara hreint út svar við Silencernum. Þeir banna Ursu líka, Smokey og þetta svona Ursu specialisti. Ég veit það að Bouncy, það er hérna nafn með rendu því að hann er líka Ursu kall. En ég á vona svona frekar svona típiskum dröftum og það séu svona midlinararnir sem að svona diktata dálítið tempóinn í leiknum og með 2 svona kannski frekar basic carry kalla. Ég fæ kannski að spyrja þig, maður sér svolítið oft mismunandi spílastíl hjá mismunandi liðum, sumir grúpar sem eru saman og eru meira í team play, sumir reyna að spila svolítið solid bara í gegnum leikinn og ná að byggja upp liðið sitt. Þekkjum við þessi lið nógu vel til þess að vita svolítið svona hvernig spílastíl? Já, mér finnst PE þeir svona grúpa dálítið sem að þú veist, er náttúrulega frábært þegar þú gera á réttum tímum en þú veist, ef þú gera það á heitt liðinar og dotsa þá svona hægja það dálítið á þér. Profit bannaður, eins og ég segja, sko ég veit ekki alveg með TDE líka, ég hef ekki séð Hundinn mikið sko, hann er auðvitað svona nýtt addition á þetta lið, þannig að hann gefið þeim dálítið ekstra sko, þannig að ég er svona, þeir eru meira svona óskrifað blað fyrir mér. Mér finnst ennþá klukkan vera áhugaverð sko, klukkan er ekki, mér finnst hún allavega ekki vera metapick, hún er svona dálítið specialist kall sko. En eins og ég segi, þeir instapickaði hana inn í Silencerinn, þannig að þetta var eitthvað preppað. Bæði lið svona smá að brenna tíma, þetta er auðvitað mikilvægt séri að Hundurinn hefur spilað Vindrundi mid. Ég þekki það bara ekki alveg hvort þeir eru að spila hann eitthvað á sport líka. Mér sýnist Ostboxmann vera núna hérna inni að spila. Væntanlega offlaner Sjölíf sem er venjulega offlaner þeirra verðist ekki vera í þessari seríu, þannig að þetta er svona einmitt við myndi giska á Vindrundi mid en örugglega eitthvað svona support flex pæling. Hvað með Silencerinn samt? Sko, á sínum tíma var Silencerinn annarkort carry pick eða support pick. Hann var svolítið svona lélegt carry pick. Já, þetta er eiginlega alltaf support sko. Alltaf support? Þeir líka spila support sko. Já, það var náttúrulega í seinasta patch var hann umulega facetið þegar hann reapplyar Silencerinu sko. Það er farið thank god sko, en hann er samt ennþá getur verið mjög sterkur ef þú tímasettur þetta rétt. SK-inu þetta mikið metapick, bæði núna hérna og hefur verið dálítið lengi og það er held ég aðalega því að flest lið geta spilað hann mid eða offlane. Ég hef séð spila Ice Claw, hef séð hann spilaði mikið, þannig að mér svona grunar að þetta sé, þeir leggja upp með þetta sem mid, sem mögulegt flex eða þetta er eitthvað hræðilegt matchup. En já, 2 svona frekar basic supportar, bara Silencer og Lit svona vilja vera aftast og vilja ekki vera found og þá er klukkan og Vindrundir í raun líka sterkt ansvar. Já, meira mobile hetjur finnst mér bæði Windranger og Clock versus Silencer og Lich. Já, einmitt. Þetta er auðvitað bæði með mjög sterka spella en hérna þeir eru náttúrulega bara þeir eru döð eða þú finna þá. Þannig að þetta er svona einmitt spurningum að dodsa. Mér finnst TDE, þeir þurfa núna svona að fara að sína spilin sín sko. Spurning hvort þeir tæki hlung núna, finnst þeim kannski vanta mögulega offlane hlung ef að þetta er Vindrundi eru auðvitað með klokkinn. Eins og ég segi, þetta er náttúrulega mjög mikilvægt sko, TDE Drá. Er það eðlilegt pick í dag? Sko hún er ekki meta en það er alveg lið að spila hana. Hún er svona, þú veist, hvorugur supportin er að fara eitthvað að gera mikið í Drá, allavega late game.
þú veist, nema Litzinn takk eitthvað blink gaze, eitthvað sem svona ólulegt, það ekki ólulegt, það ólíklegt, straight to the ale. En SK-inu þetta kemst á annað, sko, en Drá getur verið mjög fína leini, sko. Það þarf ekki að vera inn í storminum og bara plaffan. En eins og ég segi, mér finnst ekki ólíklegt að þessi SK fari mitt. Nú vantar PÖ eitthvað jump á þessa Drá. Ég veit að þeir spila Axe offlane og þeir spilaðu góðan Axe á móti okkur. Mars líka, þarna kemur offlane hlungurinn sem við vorum að biðja eftir. Svona ég að svo stöddu sé enga ástæði fyrir að setja hann Windraider ekki mitt. Veit svo sem ekki hvernig matchupið á móti Sand King en ég ímynda mér að það sé bara mjög þægilegt fyrir Windraider. Ég held hún sé aldrei að fara að deyja í því nema þú misplaya það eitthvað rottalega. Windraiderinn kannski flexpick eða? Já, ég held þeir hafi lagt það þannig upp, sko, en mér finnst hún lúkka bara eins og gott midpick núna. Ég hef líka séð hundinn spila hana. En alltaf vitum ekki, mér finnst þið ekki vita mikið ennþá hjá prjónaskólanum. Nei, ég er nokkuð viss að þetta séu supportar á mid. Sand King í mid. Sand King í mid finnst mér líklegt, sko. Mér finnst þeim vantat aldrei svona sustain damage. Þeir eru með ágætt burst með svona epi inn í late ult. Eitthvað svona silencer sull, eitthvað. Þeir eru ekki með neitt sem er eitthvað að fara að manfæta neitt, sko. Þeir vantar, þeir taka Centaurinn. Ok, gott fyrir mobility. Já, gott fyrir, eins og það segir, leysir dálítið mobility. Centaur á móti Drá, sko. Ef að Dráin vinnur leinið, þá líður frekar stuttu tími þá hún getur right-klikkað Centaurinn út, finnst mér bara. En svo þetta er Centaurinn með retaliate, þannig að ef að Centaurinn kemst yfir í levels þá getur þetta dálítið svona snúist við. En svona á blaði þegar ég er að spila einhvern veginn eins og Centaur þá er ég ekkert eitthvað geðveitt sáttur að fá Drá í smettið, en þeir eru auðvitað að pikka hann inn í Drána, þannig að það er líka svona worth noting. Ég er nokkuð viss að þetta sé, sko, að þetta sé silencer sem 5 sem að því þá Litz Centaur offlane hjá PÖ sem að er bara gott lane. Síðan DK út, sko ef að DK-n er út það þýðir að þeir halda þetta sé Windraider support. Þeir banna Jugg og Sven sem eru bara báðir mjög sterkir svona metakalla núna. Góðir á móti Drá ef þú nærð henni sem bæði Sven og Jugg þá ætti hún að deyja, sko. Já, þeir verast halda þessi Windraider sé support. Ég veit ekki endilega hvort að ég sé sammála, við þurfum bara að sjá hvernig þetta þróast. Spurning hvort að PÖ banni annan midkall. Þetta er væntanlega Clock og Mars offlane þá? 2 millihetjur? Ég myndi halda að þetta væri bara Clock og Drá, sko. Clock og Drá? Já, það er mjög basic. Nei, safe lane náttúrulega. En þú er leinaði þannig bara til að vera með ranged og melee, sko. Það er þægilegt, sko. Og Mars Windraider hljómalindar líka vel, sko. Windraider eru þetta komið þannig killshot fasetinn sem að því bara ef þú ert með ákveðið lár og fær powershot í smetti þá bara deyrðu. Já, bara prósentutala eða? Já, það er flöttala en hún er alveg frekar há, sko. Sérstaklega early þá er það mjög sterkt, sko. Já. Þú veist, þú getur bara treytað í gæja og svo snæpar hann og það er frekar mikið svona frekar feels bad þegar þú ert einhvern veginn komin út úr engagementinu og svo farið bara eitthvað ör í bakið og fellur. Timber bannaður í lokin. Já, veit ekki alveg hvort þetta hefði verið eitthvað frábær timberleikur en eins og ég segi, mögulega einhver svona 100 special. TDE á seinasta pick, prjónaskóli ömmu, þetta opnaði á silencer, þeir hafa 30 sek tæpar. Já, okkur vantar carry hérna, okkur vantar carry sem að getur staðmátti Drá. Og mér finnst okkur vantar carry sem að gera mikið damage, af því að mér líður eins og að þeim vanti damage. Sko ég efast það að Bouncy spinni, já, það fari í Lúnu. Ok, Lúna aftur var mjög meta, aðeins minna meta núna en hún er alltaf sterk. Hún er einmitt svona góðu kall, bara svona, þú grúppar í kringum hana. Er ekki líka ennþá AOE ulti? Jú. Spila svolítið með King og Litz kannski? Já, ég held að buildið sé líka að fara frekar early Axe, þá getur þú kasta ult, þá basically verður ulti betra, sko. Þú gerir bara svona geðvitt mikið magical damage líka, sko. Áður en þú breytist inn í hennan eitthvað, Þú sagði mér áðan að það ekki, prjónaskólinn er svolítið mikið saman. Já, mér finnst þeir grúpp og mér finnst þú sérð það aldrei í draftinu, sko. Þetta er svona gott grouping line-up, sko. Einmitt. Þú veist, þú vilt ekkert eitthvað hlaupa inn í Sand King, Centaur, Lúnu með Litz og Silencer, sko. Einmitt, og Silencer er annarkvort til þess að engagea eða til þess að flýja, sko. Já, og sér líka Silencer í þessu, sko. Ef Mars hoppar inn að rínar og þeir globala instantly, þú veist, þá bara, þú veist,
ætti þannig séð prjónaskólinn að vinna held ég ef þeir eru tilbúnir af því að ég meina ef Marsin hoppar inn isolated og nær ekki einu svona kasta spellunum sínum og klokk og vindrundi bara eitthvað fyrir aftan og þá fíla ég alveg það sem að P.U. er að kúka hérna sko. Hvað er síðasta pickið þá núna hjá TDE? Sko, ég held að það sé support, þeir halda það sé mid. Magnús. Hann gæti verið mid eða offline eða ekki? Jú, þetta er væntanlega Maggi mid sko. Já, Maggi mid. Á móti SK, það er alveg, þú getur tekið hann út úr storminum og inn í turn og eitthvað svona. Það er alveg næs á móti, sérstaklega þurft á móti Mellikalli sko. Má sjá, býtu, 100 á Magga, já. Aron Vindrundir, það er þetta flex mid, flex sem við vorum að tala um. Eins og ég heldum, Iceclaw er á SK. Já, bara frekar svona basic. Basic sko, ég myndi halda SK Magnús væri bara svona fínt fyrir báða. Hann virðist alltaf að fara í hægri klikk fasetinn, ekki í shockwave fasetinn. Hann sem sagt, bara nú ætla ég að hrútskýra fyrir þér fyrst, það er ekkert betra að gera. Að hann sem sagt, Magnús er komið nýja faseta, þannig að hann byrja með Empower, hann þarf ekki að, þarf ekki að plæja því á sig, hann er alltaf með á sér. Ok. Og það er bara eitthvað aðeins sterkara sko. Hitt er hérna shockwave fasetinn sem er svona meira wave clear dót. Þetta er svona dálítið ef að finnst mér að þú ætlar að skala betur sko, farma meira. Já, make sense. Vindrundir er auðvitað með killshotið sko, Það er væntanlega gefins pick miðað við hvað þú ert útskýrað fyrir mér. Já, ég bara honestly veit ekki hvað hitt er sko. Það fara allir í þetta sko, hitt er eitthvað garbage. Sko, TDE er með feitt teamfight. Þeir eru basically með gæja sem að jumpa og svo með Dráranger og með Windrunner fyrir aftan sem að eru bara svona pluff-out skada. Á meðan P.U. eru meira með svona SK og sko Centaur þarf eiginlega að fara hann fyrstur af því SK vill fara inn helst með 2 af því að þú vilt hafa tíma til að kúka ultið þitt og svona gera eitthvað dálítið erfitt held ég fyrir Centaurinn sko líka mótið drá. Þetta er svona já, mér líður einhvern veginn eins og TDE sko Marsin líka góður og mótið lúnunni ef hún nær að isolate hana og hún nær ekki að hérna pumpa út neinum skada. Það er smók og smók á hægrandinu hjá P.U. Þetta er klálega TDE og Louis væntanlega farinn. Gott blottgrenade í byrjun. Miklu vesenni hérna. Þeir voru fljótari upp á hægrandi hjá P.U. samt sko. Það er svona eins og TDE hafi mögulega verið með aðeins skýrara plan. Já, geti hafa verið smá hík líka. Já, einmitt. Og þú sást að hérna, þeir fóru ekki allir alveg saman. Já. Pleysuðu vordin samt. TDE ættu ekki að hafa séð þennan. Já, sko, mín tilfinning á þessum liðum er TDE, þeir vilja spila þetta meira hratt og vera með einhvern veginn meira tempo í spilinu þeirra á meðan P.U. vilja vera meira, ekki hægir en þeir vilja vera meira skipulagðir og það hlutinni þurfa að ganga svolítið vel upp sem lið hjá þeim. Já, það er kannski svona struktúr eða. Já. Og við fundum það að við náttúrulega spilum mótum í seinustu seríu. Og við vorum náttúrulega að drafta eða svona skipuleggja drafti og hvað við ætlum að banna og hvað við ætlum að pikka og bla bla bla. Að mér fannst svona, það er svona mjög auðvelt að vita hvað þeir ætla að gera. Af því að þú veist bara, þú veist, þessi SK er að fara að farma stakka, fá item, Centaurinn væntanlega bara að reyna að fara að surviva laneið og Luna eitthvað að turbofarma. Svo bara ákveðinni tímapunkti ætla þeir bara að grúpa upp og taka turna með Lunni. Og ef að þú ert svona undirbúinn og kemur ágætlega út úr laneum og svona, að þá hérna, þá veist allavega hvað er að mæta sko. Á meðan TDE eru meira svona allavega í mínum huga meira unpredictable og það er auðvitað því að hundurinn er kominn mjög sterkur spilari, nær hann að 3 nægjum á fyrsta veifinu. Virkilega gott. Já, þetta er smá pepeika hana, en Magnús er náttúrulega með svo mikið base damage í byrjun að þetta er alveg expected. En Power gerir klífið það ekki líka? Jú. Er það ekki smá óhægur eða þú ert að reyna að lasta þetta á leini? Nei, þetta er samt inn í Sandstorm sko, þannig að þeir eru svona push-up að vera á móti ykkur öðrum sko. Sjáum samt að þeir laneswappa og setja Litzinn upp með Lúnu. Litz Lúna þetta bara svona mjög sterkt svona kannski ekki endilega kill lane en bara svona secura farmið fyrir Lúnuna. Litz náttúrulega miklu betur en Silencer á leini. Silencer Mars, ég hef svona smá áhyggjur af því leini ef ég á að vera hreinskilinn því að
Ég þekki það að spila einhvern hlungakall á móti í góðum dráranger sko, það verður erfitt. Já, og þetta einmitt held ég bara það sem gæti fara að gerast. Klukkan meira sem með Kogga sko, hann ekki kominn með kúið sitt. Þannig að ég held að þetta gæti orðið ansi góður leikur fyrir Smokey. Já, lítur allavega þannig út í byrjun. Þið getur þurft aðstofa fljótt og snemma. Já, og það líka spurningin sko, hver að koma aðstofa, því að Sand King vill ekkert ganga bara eitthvað, þú veist, fyrir hann komið með blink og helst annað item. Hinn supportin Lid sem að babysitta Lúnu, þetta smá svona, gæti verið smá röf. Dewey fellur bara hérna. Náðu klokkinum svona ágætlega lágan en já, hann bara farin að hýla. Klukkunni náttúrulega alveg saman um það sko. Hann fer bara eitthvað að pulla og stakka og bara glaður sko. Já, virkilega vel spilað. Leinið mitt búið að fara svolítið langt, geggjað pull á geggjuðum tíma. Já, Nakata mitt svona specialist kall sko, hann spilar mín Snapfire veit ég og verðist vera líka mjög hái leveli með þessa klukku. Clock Draw, þetta einmitt sko lane sem við höfum séð TSR runna. Þetta svona klassískt lane svona. Óöpinn hann ætlaði að næja stóra munn í creepinu. Vantaði pingu damage. Núna vantar pull kannski þarna megin eins og við sáum hínu megin. Já, Louis virðist fá Lotusinn. Býtus, ef að Smokey nær samt attack. Sko, Louis bara að fara að éta missa allt lífið fyrir hennar Lotus. Dewey á Nakata. Nakata bara að fara að hlaupa í burtu, sko. Þetta ekki gott fyrir okkar menn í PU. Býtu, nei, já, Silencer bakkar. Creep-leinið alveg fyrir. Þetta hræðileg staða. Já, Centaur líka ekki með double-let, sko. Hann með Retaliate level 2, sem alveg skiljanlegt, en hann ekki að fara að pumpa út neinu damage á móti, sko. Hlutar að gerast með báðir svolítið low. Já, þetta mjög volatile lane, sko. Ég held að þetta geti farið bara hvernig sem sko. Hundurinn clearar upp Lastitinn. Lastitinn frekar even, hann að vinna út í nice. Við erum að fá rúnspón eftir 15 sekundur. Það væntanlega mikilvægt fyrir báða að reyna að ná því. Já, þetta ennþá water rune territory. Já. Svo killshotið næstu í hann að búða snæpan. Bouncing rétt lifir. Ostbox-manninn samt á hans ekki spjót, hann low mana. Nú þarf hann að hlaupa út. Skjöldurinn það getur náð honum. Já. Ná að dodsa killshotið, splitta upp. Smá sloppy fight hérna. Allir lágur, þetta nefnilega máli, Vindrundir fílar þetta, hún vill hafa alla lága því að þú fer bara setur skóp á bogaðinn og fer að snæpa. Þess að Lich með 320 það bil hálft líf. Það getur að hafverað powershoti kannski, ef við sjáum kappið. Já, 270 minnum, 5%. Sko, þetta er flóknari formúlinn í bjóst við, sko, það er smá vandrarlegt að geta ekki reiknað þetta. Mean execute threshold 5%. Ok. Já, svo max 10%. Þetta er að milli 5 og 10%, þá getur þú dáið. Þannig er formúlinn. Það er random chance. Það hlýtur að vera. Louis hérna stakka, sko, málið nefnilega hann væntanlega að stakka fyrir SK-in, sko. SK-in glaður en þetta, þú veist, Centaurinn verður samt, þetta hjálpar Centaurnum lítið, sko. Nei. Q í basli. Marsin ætti nú ekki að vera að hlaupa hérna á eftir, Marsin ætti bara að fara að cleara upp farmið, hann að missa í veifið. Aron ætti bara, þú veist, Aron nær honum alltaf á endanum, hann með... Úi! Herru. Come on, Huey! Virkilega vel gert að kaupa svona mikið tíma. Þetta var þeirlega worth it. Marsin búinn að hlaupa 30 km yfir allt mappið. Þú veist, hann á bara að vera að leið með creep núna. Og það eina sem hann gerði var að viffa spjóti. Herru, býtu, wow. Iceglow deyr hana. Já. Ég sá ekki alveg hvað var að gerast. Af hverju var hann þarna? Já, einhver manfight á milli þeirra. Ég veit ekki hvort hann var gómaður. Bara. Já, hann var þá rángstæður megin, sko. Dewey að fara að falla hérna hægt og rólega. Ég held að Louis gæti mögulega að falli líka. Smokey vill væntanlega ekki dæfa fyrir þetta. Það er riski að þú fær TP. En þetta drálein eiginlega orðið bara mögulega verra en ég bjóst við. Lúnunni gengur þó vel.
Hún fekk væntanlega mikið pláss þarna áðan þegar Huey dróða á yfir hálft mappið. Já, sér þetta líka SK-in, þetta er væntanlega eitthvað jungle creep en hann er efstur í lastitum og netverðið er bara 1000 kall þó að hérna það sé 6-0 í kills. Rúni, það er Maggi sem er með Invis-rún. Vill væntanlega reyna að ganga með því en hann á ekkert mana, hann þarf eitthvað að redda því. 10 sek í Wisdom Runes. Mér sýnist Marsin, nei, þetta er, hann er að secura þarna, þetta væri engin shenanigans hér. Kata smókaði samt, hann ætlar að reyna að klína vordum þarna. Já, er hann ekki að reyna að fara... Nei, hann er að fara að vorda, sko, já. Þetta er heads up play samt, þú veist að ef það er SK í hinu liðinu þá eru þeir að fara að stakka, sko, þannig að þú vilt væntanlega bara reyna að góma stakkana. Já, það er eitthvað að gerast þarna, Clockwork og Silencer komnir í slag. Já, þetta er ekki slagur sem að Silencer vinnur, skal ég segja þér. Sand King kemur til bjargar, er það nóg? Gæti fallið. Hlauptu Louis. Miss! Hann er ekki með flare, sko. Smá vandralett. Rættir við, já, vel gott game sem þarna, já. Ég veit ekki hvort hann sá Dewey en hann fann það á sér eitthvað var uppi. Já, Smokey. Herru, byrju, hundurinn að koma. Með Invis. Hann á RP. Iceclaw er að kúka últið. Hann hætti! Af hverju hætti hann? Hann alltaf veit ekki af hund, geggjað RP. Dewey haldrar hérna. Þetta er ekki gott, sko. Þeir hikuð, ég veit ekki... Ég held hann sé ekki að fara að dreipa hann. Getur hann fengið mana? Tread swap. Æja. En hvað, Klokk og Drá voru með honum eða... Mér fannst ég sjá eitthvað hík. Já, Klokk og Drá voru bara eitthvað að berja hérna... Sand King. Já, berja Sand King í raun, sko. Þetta er ekki... Sko, Centaurinn þarf að reyna að nýta svona tíma í að hérna, fá að last þetta en hann alltaf dó, sko. Double Bracer... Ætlar hann í Vanguard eða að fara í Blade Mill. Sko, í þessum leiki held að sé alveg þegar svona behind, sko, að fara bara beint í Blade Mill. Blade Mill blink, sko, það er alveg pæling. Já, ég fíla oft Blade Mill mjög vel mikið þegar þú ert á móti, sko, andstæðingur er komin langt. Þú einhvern veginn snýrði gegn andstæðingnum að hann sé farin að svæta mikið. Þetta er svona Uno reverse card, sko. Ospaksmann nær, Courier. Smá pæling hvort að hann fari í first item Jules. Ég hef séð að gera það. Mér finnst það sexy build, persónulega. Ég held að Huey myndi falla hana. Þetta var nú meira en 5% kallið minn, sko. Nei, ekki við powerseti, hann var komin í slemma stöðu. Ég held að við myndum sjá Shackle og Mars myndi snúa við fyrr. Herru, þeir eru smá að dæfa yfir sig. Nakata, hann slítur að fella, þeir verða að fá eitthvað út úr þessu. Dewey mætir, vel gert. Iceclaw er samt drullur lárindar. Hundur reddar. Það er tveimur, Louis, mjög lár, geggjað. Hjónum lit. Mr. Gaze. Þetta er samt ekki alveg nógu gott, sko. Klokkverkin er einhvers staðar ennþá á lífi. Hundurinn er isolated en Drá það er artilleri á leiðinni. Jésús. Já, þetta er ekki nógu gott, sko. Þú sér að Sand King gerir ekki neitt á þessu stíði leiksins, sko. Þetta er ástæðan fyrir að Sand King spilararnir í mínu liði eru bara algjör creep alltaf þangað þeir eru búin að geta svona 1000 stakka og ég fæ ekki neitt, sko. Þeir geta ekki gert neitt. Þeir eru einn að stela stökkunum. Mars er með að rýna hann að svultu slagur, bara býður í backup. Núna allt í hennu séu við gullsvingið, fara inn og fleita daldið. Já. Og Sand Kingin vill ekki missa þess að stakka, hann er að mæta til þess að kontesta þetta. Þetta er ekki gott, sko. Hann á ekki einu svona ulti. Þeir gætu ná vindrutinnum en það er bara að rýna in your face. Iceclaw, það er detection á honum. Kemur hundur með einhvern. Býtu! Wow! Geggja skjúerinn í RP. Þú þarft ekki blinka ef þú átt svona skjúer. Og Dewey, hann fellur á lokum. Þá er Lúnan eina sem að stendur eftir núna. Sko, þetta lítur ekki vel út, sko. Alltaf er enginn að dívorta þarna. Nakata, please. Þetta er statement. Sko, slöngarinn er ekki ánaði núna, sko. Er þetta ekki 2 bláir eða er ég eitthvað... 2 bláir. Herra, hann kom tilbaka. Vel gert. Nakata. MVP. Já. Það er ákveðið hér með... Ég fór hvernig Lúninni gengur. Hún er búin að fá að vera ein í einhver tíma en... Já, sér samt bara, þú veist, hún alltaf farmar ekki... Hún þarf alveg item að hún byrjar eitthvað að turbofarma en
hún alveg meira sem fyrir aftan Drána því að Dráin að fá kill og þú veist þetta svona bara öll þín von í augnablikinu liggur í þessari Lúnu hún samt 1000 kalla eftir Drá eftir 11 mínútur þetta kannski svona það sem ég meina þú veist það sem ég sagði áðan þegar PU var svona kannski pínu predictable það verður svona þeirra veikleiki finnst mér að þú ert með Sand King mid þú setur bara vort þar sem að Ancient stakkin skilur af því að þú veist að þeir eru að fara að stakka honum Já, akkurat og þú veist, ég meina og svo bara mætur á réttum tíma og þú veist, tekur stakkana skilur og það ekkert sem að hetjurna geta gert einhvern veginn og Sendur kom með ulti núna vissulega en var ekki með ulti SK alveg 1000 kall frá Blink 100 komið með sinn þessi Magnús alvöru raid boss í augnablikinu með RP tilbúið ekki mikið mana samt en ætla hann vil ekki fara að leita að einhverjum skemmtilegum fight bráðum Jú, hann ætti að gera það held ég sko hann kannski pressa bara turn Ég held að hann vilji bara þennan turn og síðan sér Vindreitir, Vindreitir geggju hetja þegar hún fær bara svona tíma til að prakkarast og vera eitthvað hlaupum sko Hjúi Býtu, hérna kemur Dúi ég held þeir séu ekki að fara að drepa hann Magnús sko eins og núna Dúi mættur núna ætti hann bara að vera að farma einhvers það finnst mér sko Já Þú líka stampítar til að reyna að bjarga Lids sem var samt alveg frekar dauður ég held, mér liðir smá eins og PU sé að panika ég held að þú þurfir dálítið svona að embracea bara að gameplanið þitt dálítið delayed og einhvern veginn láta supportana hérna bara standa á lanes og reyna að púsa þeim út og þetta kannski silence Lids ekki frábærir í því þannig að það er kannski pæling svona þeir standa sér virkilega vel að stela stökkunum hérna halda þríkningnum og leið og einhver kemur inn þá hann sér þessi silence supportarnir hjá PU eru ekki ennþá komni með ultimate og sko Wisdom Rune nr. 2 við það að koma upp ekki það þeir fá það þá sko en þegar með 2 svona stóra support spella og nærði ekki einu svona levelunum fyrir þeim Já og þetta svona supporta líka Drá reyndi bara fokkin fyrir að éta á bara þeim sko hann ætlar næst í Echo Saberið á Magga mér finnst bara vel gert að fara í Blinkin fyrst í viðkynni, það er alltaf freistandi að fara í Echo Saberinn því að gefa þið regen og þeir ætla að stela Wisdominu, núna verða P að mæta en þú veist, þú getur samt ekki hlaupið inn í þessa klukku þeir eru líka búinir að missa af þessu ekki hlaupið núna, ég held að þetta sé ekki playið Nei, þeim vantar einmitt level 6 Sjáðu Magnús, ok, hann kastaði ekki en hann fekk ekki blinkið Herru, býtu wait a minute, hvað? Ok Við tökum þetta tilbaka Já, geggjaði PU, þetta var rétta playið þetta sá við fyrir þeir mæta bara allir með lúnunni vel gert, ég held samt einhvern veginn ég bara getur fengið replayið, þetta var virkilega einkennilegt mér fannst TDE fullkomlega staðsettir, ekki með Marsin svo sem en þú veist, að hlaupa inn í klukku Magnús bara virkaði vel ég held að myndi alls ekki virka en held bara áfram að hlaupa ég skil ekki alveg hérna gott tjakkul, núna þurfa PU að hlaupa út þeir eru búinir að fá það sem þeir vildu Dúi grjótharður, vill vindreinserinn fellur retaliated maður missir 2, það er allt í góðu held ég þeir mættu allir líka Lúnan hinum meginn bara að farma Sand King sem leiðis Já, það var klött hjá bánsanum að joina það áðan en á Wisdom Fight, vel gert ég er ennþá að pæla hvað þetta gekk svona vel af því að ég er nokkuð viss að supportarnir hafi ekki verið með ulti sko mögulega köstuðu global í fættum, ég held að það hefði samt verið eftir á Já, ég sá sko nú man ég ekki hvernig Iconi lítur út hjá Silencer ultíinu en það var eitthvað ability notað hjá honum þegar það var skoðað Já, ég held að hann hefði ekki verið komið með það sko Magnús kom með double damage Já, þetta var smá svona sko, mér fannst allt rétt hjá TDE nema executionið hefur mögulega eitthvað klikkað sko hann alltaf fekk tikk af Lich-skjöldinum í Magnús þannig að hann náði ekki blinkinu hann var alveg með mjög juicy 3 manna RP þarna ef hann hefði náði og ég held að bara Sand King hefði náð sín ulti frekar sko. og hann einhvern veginn náði að komast fram hjá klukkunni Þeir eru náttúrulega að spila sem wombo combo þeir hafa náða að láta þetta var svona líka eins og í Sparta mjög þröngur staður óheppilegt fyrir alla í TDE
að vera á sama stað, Sand King, Luna. Ef að Litz hefði líka verið þarna og séðan Silencer með ulti, þú veist, maður sér alveg potential í þessu liði. Þetta er náttúrulega mjög sterkt teamfight og þetta er svona, þú veist, ef að þeir ná sínum spellum á undan þér, þá ert þú alveg í bobba, sko. Var þetta Sparta-referens út að þú sást Mars, eða? Nei, það var reyndar ekki ástæðan. Það var bara, þeir fóru þarna yfir brúna og eitt komst bara yfir í einu. Séðu hvað, þetta er weird smetti samt, sko. Þetta er eins og skúfan mín. Já, ég er með smá skúfu, sko. Þessi er töluvert vígalegri heldur ég geti kvittað upp, sko. Hvað fór Marsin í, talandum? Er hann að sanna sér bara fyrir blink beint? Hann er væntanlega með eitthvað courier, vantar eitthvað, já, fóð bara í blinkinn. Eins og ég segi, ég hef séð menn fara í Júls, sko, þeir eru með rosalett engage samt klukka með últ, Maggi með blink og Marsar er með blink. Já, mobility. En þetta er smá svona, þú veist, þú þarft að eiginlega ná Sand King inn í þetta engage, því að þú vilt ekki fá Sand Kingið á dráið, sko. Nei, sko, þeir eru náttúrulega með mobility bæði til þess að engage og til þess að flýja, sko. Ef þið geta einhvern veginn lokkað PÖ til þess að nota ultíðin sín en samt einhvern veginn ekki engageað, þá er langt cooldown á þeim og þeir fá mikil frítíma til þess að gera eitthvað. Hundur með frábært blinkinn, tekur Louis út, channeling hjá Huey en hann er slæm, illa staðsettur. Þetta er gott litsult. Dewey, þetta er samt á tankigæðina, Smokey er samt í bobba, hann er ekki vel staðsettur. Gæðu ykkur fight hjá hjá PÖ segi ég, þetta litsult eiginlega ónaði þá. Virkilega gott. Bara fucking 3000 damage á Magnus og Mars sem að þú ert ekki að fara að drepa öðruvísi. Þetta var fucking feitt litsult. Færðu endalaust á bánsum á litsinu núna eða er það með kappað báns? Það er einhver talent held ég, 25 talentir sko. Þú færði einhvern x mikinn báns sko en hérna. Maður sjá, býtu. Það var áður held ég Shardið að Akanims. Já, ég veit ekki mögulega facettinn sko. Það sé ekki infinite bounces. Nei. Allavega, hann gerir bara rosalegt damage sko. Ég hugsa að production viti þetta og sé reiðir að við vitum þetta ekki. Hver fekk þessa mentis að lýsa? Já, við vorum þeir einu sem voru lausir, þannig að við vorum ríktir út. Heyrðu, þeir eru komnir með Money Lead PÖ. Já, sko, þeir líka Magnus dæfaði fyrir Silencer sem að ég var alveg sammála, það leit frítt út en náði glóbalinu inn í þetta feita Chinfrost. Hundurinn er bara að leita Louis, það er allt í lagi, þetta er hann er fallinn. Já, ég meina þetta er fínt gang fyrir Louis að tanka held ég sko. Þú vilt bara þetta er svona someone's gotta do it jobb sko. Já, ég var mjög oft support, þetta er leiðilegt ról til þess að taka það sér. Já, þú spilaðir allrændan sniper support sem að var ekki í þessu sko. Ef þú vilt eitthvað ræða það, þú mannst það. Já, meira því síðar, kæru áhörður. Nei. Býtu, Dewey, Esking er að koma, Silencer getur Smoke, þeir ætla að make a play. Einu sem er á mótið eru samt Magnus Mars sem er svona ekki kannski ideal, þú vilt finna drána. Magnus er auðvitað huge kill, samt hann er á hái leveli og vel þykkur. Dewey er fremstur. Þeir eru ekki með vision, þeir finna hundinn samt. Hann er að blinka. Núna það Dewey annarkvæmt að stampíta eða þeir þurfa að hlaupa út. Mist clockwork. Gott global. Þeir fá reið, vindröndurinn frítt. Buyback og vindröndur, hann er að típja inn hratt. Þeir vilja greinilega fæta, náttúrulega mikið últíð um Marstar inn að bara supportana. Þetta litsult er aftur hjút. Hjút RP samt á baklínuna, kemur með þá inn. Fær samt litsultið á sig, þetta litsultið óna þá. Aron buybackið á vindröndur. Þeir eru svo low. Smokey er samt Dewey, ef hann er að stunna. Já, Smokey. Allir fallir og þeir ná vindröndur í annarskipti. Þetta er dieback. Rampage. Vá. Hvað er að gerast í þessum leik? Ég held að þetta væri sick hjá Magnusnum en þessi Litz er að óna þá. Já. Hvað fáum við? Luna líka. Þegar Luna ulti. Damage. 5000 næstuð í. Þú veist, hvaða hetja er Litz? Þú bara lemur hausnum í lyklaborðið, bánsar út ultinu og það bara drap liðið þeirra í svona hálftíma eftir á. Inn í glópa líka, þeir ná ekki einhvern veginn að disengage það. Mér fannst þetta að vera helvíti mörg bounce samt hjá Litchinum. Já, ég skil ekki neitt sko. En það er samt kapp sko, ég lofaði því.
Marsin samt últaði líka sko supportana og Sand King. Sand King alveg sama þó hann sé inn í Arena. Verður eiginlega að reyna að finna lúnuna. Þessi leikur algjörlega búinn að snúast, sko, ég viðurkenni, ég held að þetta væri að stefna í stomp. Ég held það ekki lengur. Þetta bara mjög even, þeir að smóka, ætlaðir í Ross. Sko, öll últ eru í raun niðri. Þeir eiga húk, það literally bókstaflega ásakið ekki eitt ultimate nema Stampede sem var að koma upp. PÖ megin, skrítin Fostaf. Herru, Það 10 sinnum, 10 báns. Bjargaði sjálfum sér, þeir eiga Stampede. Hann komið hjartið, þetta var þetta geðveikt marsjump. Últaði bara sendorminn og hlaupið í burtu. Ekki hlaupa inn, hlaupið í burtu. Lúna að tepja, já hún að tepja út, flott. Dewey líklega döður hérna en það mun taka á smá tíma. Ice Claw á spicy stað. Já, hann ekki búinn að TPU, hann þarf að bíða í 18 sek. Ætlar hann að gera eitthvað Tormentor play hérna? Og hann að hugsa... Hann að verka það! Hann að tjána að verka það! Þetta mjög öndumverð. Býtu, hann Windrange allavega. Hann býtu glopalið. Nálegt. Oh my god! Þeir eru samt að deyja. Nakata solo, en hann fellur væntanlega Ok, nota RP, hann á stikk. Hann ekki nota. Ég veit ekki hvort þetta var worth it. Hann 2 en fellur sjálfur. Ef hann hefði náð Nakata, þá hefði ég sagt augljóslega Já, þá, ég er sammála því, sko. Hann gerir 6000 damage. Má sjá XP, fekk hann ekki feitt XP líka? Þetta var... Ég er ánægð með hann að láta vaða. Já, og allt þetta XP er væntanlega á Sand Kingnum, sko. Allavega, við séum það hérna Dota Plus, það er algjörlega 50-50. Alvöru sveiflur á 20 mínútum samt. Já. Ég man varla eftir öðru eins. Virkilega spennandi leikur. Þeir eru búin að rífa sig í gang, Luna og Sand King allavega, þeir kemur að networthinu. Sko, ég er búinn á því, Andri, sko. Það eru 20 mínútur búnar í fyrsta leik, sko. Þetta er auðvitað best of 3, ég held að við höfum ekki tekið það fram. Og þetta er leikur 1, góðu landsmenn, þannig að við eigum nóg inni. BKB á Magnúsi var að klára það. Það auðvitað kemur svona, hvað getur við sagt, nullar út Sand King. Dálítið mikið að vera með BKB. Þetta er fáralegu BKB leikur reyndar. Svo þetta er Luna og Litz. Sko, hann vill örugglega annað dispel fyrir Silencerinn. Já. Spurning hvort hann fari í Lotus, þú veist ekki, ég held að Matta og Magnús sé bara eitthvað gríf. Já, þú getur ekki BKB-að þegar þú ert silencer. Jú, þú getur það, en þú vilt ekki nota BKB-ið þitt bara í það, sko. Nei. Það var sem sagt, Ostbaksmanninn nær, þetta er fínt fyrir PÖ ef að þeir blæði ekki meir, sko. Já. Þeir eru að nota fullt af resursum í Silencerinn. Lúkkar kannski smá eins og hann sé að fýta, en þetta er bara hann á að vera að gera þetta, sko. Greið Silencer. Ég meina, það bara, skilur þú ert að spila Silencer, skilur þú hvað... Spilaðu bara eitthvað kall sem er useful þá í staðinn ef þú vilt ekki vera að éta göngin, sko. Nei, djók. Náttúrulega Global er hjút, sko, eins og við höfum séð að það algjörlega snýr fætum. En svona pick-up, hann er bara glaður að þeir setja bara sig en ekki Luna. Á fórnalams altarinu. Mitt. Nakata chillar hér hlýðin á Smokey og Ostbaksmann. Þeir eru bara í þrýningnum að chilla með Sinister vera að mæta, mögulega. Sko, Windrange eru með Forstaf að fara í Jules, verðist vera. Hann var alveg orðinn dálítið farmaður en þetta buyback áðan svona, ég skil pælinguna mjög vel en hérna það skaðaði svona efnahag hans dálítið mikið. Já, ég skildi pælinguna líka því að þeir eru að nota últ, fætin eru örugglega að fara að snúa við ef þeir ná að flýja en já, það bara gerðist ekki. Eða hann fær eitthvað clean up, hann fekk bara 1 kill held ég. Spurning hvað er langt í Litz últið hérna, þeir eru með allt 15 sek, þeir geta alveg fara svona setja sig í stellinga, drá er mjög ein, þeir eru ekki með vision þarna. Hvernig sjá þeir þetta? Nei, ég held þeir sjá þetta ekki, ég held þetta séu bara effektarnir, sko. Okay. Þeir eru ekki með vision þarna. Dewey samt, hann ætti að breyka fljótur, blikkaðu. Já. Hver er með Forstafinn?
þetta var drá sjálf, en hann þurfti að stampíta held ég bara áður, þá held ég að þú náður þessu sko vel gert hjá Smokey, alveg með putan á púlsunum. Núna þurfa þær ákveða að fara þær inn eða út PU. Huey á ekki vera þarna, ekki vera fremstur úr torfnum. Nær últið. Jú, þetta er gott últi. Lids-últið! Hvernig er þessi Lids-últið svona góð? Windrange er solo, þetta er svo tæpt. Þeir ná kannski að kata en Bouncin er í vesinni samt, hann er ekki komið með BKB. Eru þið með damage? Hundur, já, hann er bounsa, en þeir ætti að drepa hundin. Hundin er algjörlega fastur inni. Og þetta er mjög gott fyrir PU. Þessi Lids-ult eru fáranleg. þau eru búin að vera klöts. Bara, þetta er, wow. Ok, þessi skaði á lúnunni líka. Þetta er Akanim sinn. Ég sá ekki einu sinni á hvern hún kastaði últinu, en það brætti á. Getum við fengið pípu á annan Mars, ekki setna en núna. Virðist vera að fara í BKB, það skiljanlega, það er must, en ég held þú verðir eiginlega pípu, sko, ef þú ætlar að láta Lids-ultinn bánsa alltaf á þér bara þangað til það rennur út, þá verður þú að vera með pípu, sko. Mér finnst þetta svona, þú veist, við sjáum teamfight, en við erum ekki að sjá mikið progress þegar kemur að turnum. Ég velti fyrir mér hversu langur leikur verður þetta og hver? Þetta eru bara mennir að farma, svo herru, strákar, förum að slást og svo haldrar tveir út og fara aftur að farma og svo bara bíða þær eftir últum og gera það aftur. Hver skalar best hérna? Þú veist, hver vill að þetta drægist út? Ég held að ég hugsa mér BKB ætti alltaf að drepa lún, sko ég veit það ekki alveg. Þetta er auðvitað mjög svona í vakkjúmi alltaf, ég er ekki hrifinn af þannig samanburði, sko, af því að Já, auðvitað. Þú veist, ef þú ert chain-stunnaður þá gerur ekki neitt, sko. Sko, ég er hrifinn af Mars late game og Magnusi svo sem, sko, en Sand King late game er frekar crazy líka. Og Silence sem er í Fresher að spila gegnum 2 global, sko, ég held að þetta sé bara, ég allavega hérna sé ekki svona augljóst, ég er að sletta ekki, en það er mjög erfitt stundum, sko. Já, sérstaklega í Dota, sko. Ég sé ekki augljóst lið sem að mun endilega taka þetta eftir því sem líður á leikinn. Fullkomin íslenska bati. Já, takk fyrir. Við sjáum hundur er hérna með ulti og Invisrún. Hann er komið harpún. Smoke á hitliði samt. Hann getur fara að veiða. Já, PU er í wraparound. Þeir alltaf í þrýtningin. Fara lönguleiðina samt, það er næs. Finna ekkert á skanninu, þeir vita þrýtningurinn er auður. Ætlaðir að fara upp á highway, nei. Sko nú ætti TDE að fara að fatta að hérna, það er eitthvað skrítið, þeir eru ekki búin að sjá neitt í PU lengi. Sjáum líka Nakata og Aron, þeir eru að slá skjaldborg hana koruna sína. Þeir ætla í rost, það er mínúta samt, þeir ná alveg að klára hann, en þetta er risky move. Lappar hann á milli eða? Jó, á 30 þá fer hann að labba. Tekur það bil hálfa mínútu. Þeir eru ekki með vision en þeir virðast vita, ég held þeir séu ekki búin að skanna það. Þeir skannuðu high groundin sinn, það connectaði ekki. Þeim grunar eitthvað samt. Já. Hver eru inni? Það er Luna er inni og Sand King er inni. Sand King. Sand King er samt í poppa, þetta global er gott samt, hann á stóran stikk. Þetta Lids-ult er að melta þá enn og aftur. Æsbro er út. Ói! PU, ég skil ekki hvernig þetta gengur svona vel hjá þeim. Líka, þeir eittu svo miklu púður í að reyna að ná Sand King og hann hvarf. Já, Sand King spilaði þetta vel, náði að kæta út. Globalið inn í Lids-ultið er bara einhvern veginn alveg þeir fá kannski Lids. Já. PU, drepa þessa vindrundir, hvað er hann að gera? Og hann er algjörlega hinum megin við. Overextend frá báðum liðum finnst mér þarna einhvern veginn. Já, sko. Þú veist, þú hefur bara einhver Lids og er búinn að últa og þú er bara eitthvað að heika þess. Bara hvað er í gangi hérna, já. Ég hugsaði þessi Lids sem er mest damage í þessum leik, bara. Mögulega ásand lúnunni, þetta er búið að vera alveg fáránlegt. Þeir taka væntanlega, ok, þeir forsa fá glyffið, þeir eiga samt ekkert glyff niðri, skrítið glyff, hundurinn er að veiða. Vilja þeir í alvörunni fæta hérna. Já, nú er sentorinn orðin svona bara góðan daginn, strákar. Já, hann er helvítið tanki. Ok, allir nema Windrangerinn komin upp, ég held að þeir ætla að reyna að ná Ross eftir hennan teamfight, en þetta var óheppileg tímasetning á Rossin að fara að flytja. Já, hann er líka helviti lengi að flytja, sko, hann þarf alveg bíl og flutningsmenn. Marsin á ult samt, það er ekkert RP. Áhugavert. Alveg, hann er samt með blade mail, Drá vill ekki vera að lemja hann, sko, hann lifir ansi lengi.
Já, þú sér bara, þeir hlaup út, þeir ætla að draga hann inn. Kokkarnir klúðuðu þessu algjörlega samt. Komið Dewey. Þetta little ult actually var ekki gott, en hann að geta líka lúnúltið. Hann hlýtur að deyja. Hvert fór Sandking? Fann hann drá? Nei, drá uppi. Mikið púður í Huey innvist, Huey sleppur. Þeir ná ekki að drepa hann og Smokey algjörlega í bastli. Bouncy, já, hann farinn. 100, mér finnst svona TD geggjað Júls á hann stönn. Já, þá BKB hlaupi bara kæti þetta út með ykkur. Iceclaw, ég held að hann sé aldrei að fara að deyja hérna. 100 1, sko. Takk bara blinkið á honum. 100 alltaf að fara að deyja. Global hérna, líklega óþarfi. Dewey. Vá, bara. Hann með hvað, undir 100 eftir hann í lokin. Þarna hefði Killshot drepað hann, kallið minn, sko. Það hefur ekki... Meira þess að án facetsins hefði hann drepað hann, sko. Ég held að það hef ekki nýst neitt í þessum leik. Herru, ákveður lúnan mín ekki í Ross? Já, það var team wipe. Nei, býtu, hún er djók, ég var illubeitaður, sko. Þarna. Þetta virðist vera nokkuð frýtt. Það kemur rocket flare, þeir sjá þetta. Nú þurfa bara að vera hugrakir, ekki baka. Bouncy reyndar á, má ekki tanka hennar Ross, sko. Iceclaw verður að... Já, Rossin er eitthvað hrifun á og þeir eru að vera alltaf lengi, sko. Já, hann sé held ekki Sandking út af innvisinu. Já, ok, já. Þeir voru næstu búin að fá... Og Eikisinn, þarna kom powershotið og tekur Lúnu út. Hún tekur út Eikisinn. Ég sá það ekki. Það var powershotið. Ég var búinn að segja að það er ekkert búið að koma svona gagni og boom, geggjað powershot. Ég var upptekinn við að sjá Silencer geta marskjöld þannig að ég sá ekki... Ok, þetta var reyndar bara frekar slaft, sko, fyrir P.U. Já, mér fannst þeir hefðu getað tekið Rossin einhvern veginn betur. Já, þeir þurftu að taka hann, ég held að sko venjulega, eðlilega vilja supportandir ekki vera inni til að lenda ekki í einhverju sulli, sko, en þarna, sko, þá þurftur að tanka fyrir lúnuna, held ég. Já, nýbúnar að teamwipa, mér fannst þeir getað gert þetta einhvern veginn hraðar og... Já, sko, Centaurinn líka fór út, hann átti náttúrulega 50 líf eins og þú sagðir, en Centaurinn líka health-rýtina mikið, sko, hann hefði bara átt að hlaupa með þeim og vera þarna, sko. Þarna var svona allir samanstrákar, sko, en P.U. algjörlega ennþá samt svona í að stýra leiknum, sem lúnan er líka bara, hún er 5.000 á undan þessari drá. Wow. Já, þetta er komið í einu áttina. Já, TD náði aðeins að stabilisera þetta með hérna, með þessu snæpi á Aegisinn. Smá pirrandi, þú veist, þegar þú ert lúna með Aegis, þá viltu bara standa lengst fremst. Þú veist, þeir eru eiginlega alveg sama og þú veist, þó að Magnús náði að skjúra þig eitthvað til Kína. Þá áttu bara BKB og eitthvað, en hérna núna ert ekki með Aegis, þannig að þú ert ekki alveg jafn líklað. Alveg virkilega klöts þegar ég spáði því að hafa náð lúnuna þarna með þessu powershoti. Af því að ef að lúnan fær að hafa Aegisinn og þeir fara bara að pusha og... Þetta hefði gjörsamlega breytt leiknum, held ég. Já, þetta draf tempóið aldrei sem að P.U. var að byggja með þessum Ross, sko. TD núna ætla bara að taka uppi... Spurning, sko... Getum við fengið quick rundown á itemum. Vindrendir er klára Júlsinn. Þetta production er unreal, sko. Veitum við? Sko, Nakata er með forstaff Ghost. Vantar kannski svona eitt stórt item. Er væntanlega að vinna því núna. Dráin bara með frekar basic. Virðist vera að fara í matta út af silencenu. Væntanlega. Sér Louis er byrjar að byggja Aghanim's. Það er byrjar að stela indi mjög fljótt og er bara að geða þetta svona obnoxious. Ég held að plægi Arcane Curse. Já. Intelligence. Já. Og ferði í Aghanim's og Shardið, sko, og þá hérna, þegar þú glóbalar þá fá allir kúiði líka á sig. Kúiði er hann að damage dottið sem er þetta líka pirrandi sem er í að plæjast. Býtu Scepterinn setur Arcane Curse á gæja sem er glóbalaður, sem eru allir basically. Þetta er alveg mjög obnoxious. Új, herru, húi. Er ég að horfa á Snorra og dvergana hérna? Iceclaw nálætti að falla líka. Já, mínir menn elska Day of Tormentor, sko. En já, hann fekk Shardið og kom með Axe. Þetta er actually huge. Og svo fer hann líklega bara í refresher. Það er bildið. Og þú er bara, þú slóar líka með kúinu, sko. Allt í hennu geta menn bara ekki hreyft sig og eru silenceðir og missa geðveikt mikið indiði deyja. Já, komið cooldown talentinn. Þessi silencer byrjar að kúka, sko. Já, ég sá ekki alveg hvað SK var að byggja. Já. Andrinn er að greina þetta play. Hann vildi vera nálagt vinni sínum. Já, þetta er bara... Þetta er bara upp á móral.
Alveg slow motion cam hérna. Býtu, hvað að gerast hérna? Akkur er hann sló? Yeah. Já. Sjá, býtu. Gott stönn. Ok. Hann að fara að blinka fyrir hann. Býtu. Nei. Býtu, en sendur hann að koma svo langt í burtu? Já, þetta er Centaur, sko. Hann er hestur og maður. Ég ætla ekki að segja neitt. Já, hestur og maður. Það er flott. Ég veit ekki hvað það ætlar að segja, sko. Ekki? Herru, Arcane Rune, nei, var það eitthvað dónalegt? Já. Eða þá mátti ekki segja það, sko. Nei. Auðvitað ekki, nei, alls ekki. Herru, hann vantar TP scroll á Magnús. Ég veit ekki alveg, ég veit ekki alveg með, sko, PU er aðeins að vaksa, þeir eru að smóka núna. Dewey er með Sivas, hann er að fara í Sivas. Sivas bara gott hérna. Fór í Crimsonin, gott að mátti drá og vindrundir vantarlega. Ég er að pæla einhverjum svona timings. Það er einmitt það sem ég ætla að spyrja þig, hver eru næstu timings? Sko þessi Aegis hægði klárlega að missa Aegisinn. PU varu byrjar að pússa eða varu Aegis. Núna eru þau bara að leita einhverjum einum gæja sem er ekki alveg rétt staðsettur. Gæti verið Aron hérna, Dewey. Hann er að fara djúpt samt, hann finnur hann ekki. Nú held ég að PU ætti bara að beila. Það er svo sköft núna að vita TD nákvæmlega hverjir eru. Ég held að þeir ætti bara ná í midveifið og botveifið og svona. Og slow seatsa. Þeir eru allir með últíðin sín ennþá einmitt. Bara púsja leinum, þvinga kannski svolítið anstæðingarna til þess að þurfa að staðsetja sig á einhvern óþægilegan hátt. Já, mér finnst það búið að vera smá vandamál með PU og það er asnaldið í sig vandamála þegar það hefur gengið fullkomlega. Að þeir meika, að þeir taka fyrsta múið. Það gengur ekki alveg eins og þeir ná ekki drá eða eitthvað eða breyka og sjá engan þarna í trjónum. Þeir hlaupa samt á eftir. Já. Og það getur verið mjög hættulegt að þá getur þú fengið bara Magnús á baklínuna þína bara þú veist 2 sekundum seinna ef að þeir eru með vision á þig og þú veist ekki alveg hver þeir eru og það getur orðið alvöru katastrófa. Þessi Litz últi líka, núna eru TTE eru konum með BKB, drá er ekki með djók, dráði með BKB, Mars var komið með BKB og Magnús með BKB. Þannig að þessi Litz hlýtur aðeins að missa impactið en hann fær reyndar impactið bara annar staðar. Sko áður var held ég BKB þannig að það tók allt magic damage. Núna er það bara absorption, er það 70%? Já, það mingar, er það ekki 80, 60%? 60% einmitt. Mér finnst það and immunity to pure and reflected damage. Já, en það eins og þú segir, það nullar ekki út af því að þá náttúrulega væri kall eins og Litz bara, þú veist, það myndi gjaldan svo mikið. Sjáum að Marsin er að fara í Hex, ég fíla þetta build mjög mikið sko, en hérna ennþá spurningamerki hvort þið þurfi bara ekki pípu. Það er allir, þú veist, kallanir er að gera mjög mikið magic damage. Meira þess að pípan á móti Silence með Agarims gerir fullt. Þú veist, ok, hérna Centaurin gerir ekki mikið magic damage, who cares, en hvað eru þeir að stilla upp hérna? Þeir eru allir eitthvað kjurir bara á bíu? Þeir eru að leyfa Lúnu bara að taka turnin, sko. Þeir eru bara að passa það kom enginn í hliðin á henni. Þeir reyndar eiga ekki að vera svona grúpaðir. Herru, einn ná Nagata, góður Júls. En muna bjargunum samt. Reddar sér, það er ekki detection á þeim. Þeir eru að fara dálítið framalega fyrir þetta. Já, ekki allir, bara 2, ok. Ostbaksmannin, hvar er hinir? Magnús er ennþá topp og Drá var að klára TP. TT ekki á sömu bylgjulengd. Þetta var mjög sköft hjá PU en þeir fá samt turnin og missi ekki neitt. Einmitt, ég held að þeir voru að fara að gera mistökin. Já, þetta átti ekki að ganga. Sko, Magnús og Drá ekki alveg í syngi við það þeir eru þetta eftir hvað er kólað. Iceclaw líka með DD. Dewey er komið djúft. Þetta er mjög erfitt kill. Þetta er einmitt ekki maðurinn sem þú vilt ná inn fyrir. Þetta er einu maðurinn. PU þurfa að passa sig bara, skilji sendurum bara eftir. Þeir eru 30 ára að drepa hann og drepa sig á meðan. Ekki hlaupa. Þetta var mjög agað hjá þeim. Þú sást að Huey hljóp, hendi glimmar og skildi á hann en það var engin asi. Nei, þeir bara eru að tæta þennan turn niður, farnir að vinna í barracks. Bouncey þarf aðeins að passa sig, hundurinn, þetta skjúer þeir hættulegt og hann er ekki að byggja bíja.
Klokk, hann dekkur BKB er svo seint, já þetta má ekki gera svona, þú verður að BKB áður sko. Ná reynstraxinu en Og núna bara get the hell out. já, Þú sér að þetta er svona, ná Júlsinu. já. Bara Þeir ná með væntanlega ekki eigum fleiru, diskinn reyndar, það er smá leiðilegt fyrir Litzinn en það ná honum smá sárt fyrir hann að missa eigum diskinn en Hvað er hann lengi að svona 100 sekundur, já hann verður svona helmingi lengra. Eru Dúi þar núna geta þeir algjörlega drepið Dúi ef þeir nárum. Sjakli Latsar Hann með últi eða? Nei, hann á ekki mana fyrir Osbangsmannin hendur honum í spjót. Silence Global og Magnús er low. SG er að gera hrotta damage, hann dreipur Magnúsinn, þeir get ekki góða Dúi. Sjáðu hvað Sand King er sterk hetja, hann gerir þetta bara algjörlega einn. Þeir eru að fæta Magnús bæbak, komast P.U. út. Litzinn í að setja spurningamerki, af hverju Litzinn ekki að bæbaka, hann á ulti. Litz! Ice Claw, hann sleppur. Þetta er allt svo. Hvað er að gerast hérna? Þeir eru svo low. Ef að P.U. kemst út þá er þetta gott fyrir þá. Ég held að Silence er fallið. Já, það er öllum sama Andri, þetta er Silence. Ég mikill Silence maður núna. Hann átti ekki skilið. Ice Claw fær shield rune. Hvernig, ok, að Litz hafi ekki bæbaka, það er yellow, en svo bara komst P.U. út einhvern veginn. TDE mínir, þetta var svo klönki og að Ice Claw hafi ekki dáið þarna er bara... Er þetta missis út eða hann var innviss? Já, þú líka Sandstorm misskifið er Evasion eða Mistjans, ég man ekki alveg hvort það er. Og Mars tikkar út, sérðu, þetta er globalið. Þetta er hérna Akanemsin hans. Silencer var dauður en hann draf hann samt. Worth, vel gert. Þeir eru 9k yfir núna. Þetta er alltaf, mér finnst ekkert eigi að virka í þessum leik en það einhvern veginn virkar allt. Ég verði að vera sammála, sko þegar við vorum að horfa þetta í upphafi, þá leið mér, ok, TDE er að fara að taka þennan leik. TDE voru svo crisp, sko, þetta eru, sko, ég gefði þeim það, þetta eru mjög erfiði tímfættar. Bæði, það er erfitt fyrir Magnús og Mars að vera á móti Centaur og, þú veist, einhverjum Litz og Sand King, en, þú veist, mér finnst P.U. En gateið er að byrja svo messi, en þeir einhvern veginn alltaf ná að redda því, sko. Hvað er langt í refresher hjá Silencer, sko? Ég held að þá er orðið stór hættur. Þetta er alveg chat Silencer, hann er bara beint í hann, sko. Það er líka þegar þú ert komið refresherinn, þá bara, þú veist, þá færðu þeir bara kaffibotla og setur inn í base, sko. Þú fer ekkert út á mappið og ég er bara eiginlega ekki að djóka, sko. Nei, ég er að spá, sko, þeir þurfa að reyna að beita teamfight og flýjan, af því að þeir völdu svolítið svona mobility lið. Þeir þurfa einhvern veginn að ná að plata þá ef þeir geta, en... Það er smoke og smoke í svona 50. skipti í þessum leik. Roshan er uppi. Hann er niðri en hann er lifnaði við. Þetta var ekki frábær leið til að orða þetta. Þeir tóku hringeikuna. Þeir eru vittlustu megin í mappinu. Þeir sjá Courierinn. Eldið Courierinn. Já, þeir eru búin að pinga það, held ég. Bangsi breykaði, hann var að taka ward. Það var blár ward, ég held að það er ekki séð það. Nakata, núna bæði lið eiga að vita hver hitliðið er. Þetta eru mjög messy. Já, allir út um allt. Já, skiljið hennar Litz eftir. Sjá, þeir hlaupa samt inn. Og það er global. Þetta global er gott býtuð, það er Litz ult í væntanlega Lotus Orb. Mér sýnst þetta að vera TDA hag. Þeir voru svo spreaddaðir og það er ekki... Býtu bara, ég held það alltaf Andri og svo breytist það einhvern veginn sem Bouncin er full health. Og býtu, hann á BKB. Nú þarf hann að lemja. Bjargiði Bounce-mannum. Litzinn, sjá Litzgjöldin. TDA er að falla, þeir eru ekki. Þetta er dæbak á hundin ef hann deyr. Hann er með BKB, nei hann er með DD en það skiptir ekki máli. Bouncin liftir Kata nær honum. Hvað kostar þetta samt? Þetta er Mars buyback. Shit, hvað er takki? Ok, og bara dodsaði spjótið. Blink! Nei, hann fekk damage á sig. Hvað er damage? Ok, þetta er í lagi. Herru, hann góðar. Nú getur Silencer gett eitthvað. Nei. Býtu, þetta var Mars buyback og þannig sé Team Vibe var support. Já, Litzinn buybackar. Ok. Þetta er P.U. í hag en þetta er svona... Þetta er svona, þú veist, gæti verið verra en Silencer er mjakast nær og nær refresher. Ég held að það sé eiginlega stærsta sem er að gerast hérna. Já, og BKB-ernir verða með styttri tíma eftir hvert svona fight. Það er það ekki ennþá svo leiðis. Jú. Tíminn minkar. Jú. Og þú veist,
ef þú fær global og svo BKB í smett, eða svo BKB og svo global aftur, þá ertu náttúrulega silensaður af því að það pírsar. Það sjá, Draw Ranger með 7 sekundur eftir, hinni 2 voru með 6 þarna. Já, ég meina, þú veist, þetta er búið að vera non-stop teamfight. Ef einhver BKB eru ekki komin niður í minnsta, þá bara... Já, ég segi þér að eiginlega allir búin að fullnýta sína Nú þarf Mars heldur betur að passa sig. Hann er líka... Ég vil sjá hann bara powerfarma þetta Hex. Spurning samt sko, ætlar hann að hexa lúnuna? Það er svona... Hvenær fjallur Raxi niðri? Það hefur bara fallið út af creepum. Þannig að Míliraxi. Það er aðrið ég bara, þú veist... Já, var ekki bara þeir sítsuð á þann? Sko þeir sítsuð og tóku held ég range Raxi, en ég man ekki eftir að... Já, það mögulega hefur... Jó, ég kannski, sem var annað fæ... Ég er örugglega... Snorri líka sína okkur eitthvað svona event sem ég veit ekkert hvað þýða sko. Bara... Augljóslega er þetta Raxin. Nei, byrju, þannig er Raxin hann í lokinu, eða ekki? Þessi? Ég veit ekki hvað þetta logo þýðir. Þessi fight var náttúrulega í 2 mínútur sko. Herri, byrju, menn eru posturing. Já, það er Roshan. P.E. getur við fengið buyback status. Þetta gæti alveg verið þannig fight. Gæla við. Wow, herru, ok. Engin buyback nema á Centaur og Silencer. Sand King og Luna mjög nálægt í. Magnus á dæbaki, Mars á dæbaki. Draw er way off. Þannig að þetta er P.E. í hag. Já. Ef að menn þurfa að fara að spreða í buybacks. Sjá hvað hann er djarfur hann Centaur. Hann er ekki hræddur við neitt. Hann er bara í þrýtningnum, bara búa til pláss. Ég heldur þetta bara go for it. P.E. Centaur er líka svona smá eins og þau ert fullorðum að spila körfubolta með börnum sko. Þannig þarf ekki að passa sig þannig séð. En það er samt bara einhvern veginn... Þeir eru að fara hringinn. Hann, sko, ég veit ekki, þeir byrja alltaf á Centaurnum finnst mér. Herru, já, býtu, wow. Tjekka þetta. Já, það er gæðið þetta rappa ránd. Herru, býtu. Býtu, ætlaði heilan hring? Marsin er með Hex. Og Bounce er í miklu vesenni. Já, þetta er splættur Bounce. BKB. Er hann með lifesteal? Hann er með Satanic. Já, hann er með Satanic. Hann er með Force. Hann er að halda sig uppi. Hjálpiði Bounce-unum. Dráir á hægrum, það skiptir ekki máli. Porulit er að berjast með 2 hérna. Hann byrður ekki. Ég veit ekki hvar hundurinn er. Marsin er að fara að deyja. Marsin dæbak. Ef þeir ná Magnus, þá er þetta mjög ljótt fyrir TDE. Og Dewey, hlöftu. Hann getur ekki blinkað. Hann á skjúer samt. Þeir eru að stönna á hann eða eitthvað eða ætlar að ná heldur. Hann á skjúer. Nakata er alltaf að fara að deyja á endurum. Vel gert samt. Gefur hérna, kaupir tíma fyrir hundinn. Hundurinn er að blinka. Hann bjargar honum en hann deyr fyrir það. Núna hlaupið þið allir saman í rossdrákar, ekki einhver bakka og einhver fara á jungla og einhver fara... Ég veit ekki, þeir eru með creep-leini þarna. Ættu þeir ekki bara að taka... Ég heldur að þeir fari bara high ground. Það er glyph sko, þetta er lélegt glyph, þeir fá ekki glyph, þeir eru ekki niðri. Það voru engin buyback, eða ekki? Þú veist, það voru mörg buyback á það. Já, þeir alltaf vita það ekki alveg sko. Nakata, kaupir... Hérna held ég að ég myndi kolla að við ættum að bakka í ross sko, en þeir eru kannski bara með alvöru hræðjar sko. Og þetta er nefnilega svo hættulegt sko, þetta er svo hættulegt. Þú voru að bánsa... Hann er samt með Satanic sko. Já, wow, þetta er wipe. Já. Þetta verið GG. Windrider er 1 í 20 sek. Þetta ætti að vera megas held ég. Þeir eru... Þessi leikur snerist ekkert eðlilega skringilega. Já, sko, þetta byrjaði frábærlega fyrir TDE. Nei, herru, pítu, þeir eru með turret mid. Já. Kannski Ross núna þá. Já, þeir vilja samt bara góa sko. Ég meina, þetta er bara Draw og Windrider. Það er DD þetta, þeir veit ekki af því sko. Já, Marsin samt sko. Hann kannski er ekki kominn í taka tíð, þeir ná kannski Rax. Já. Þeir eru fljótir að þessu. Núna bakka. Já. Og þeir eru bílaðir sko. Dewey, út með þig. Centaur hann á ekki mana fyrir ult. Já, hann ætti held ég að vera pínur hrættur núna sko. Nei, ok. Jú, verður hrættur. Globally samt. Jesus! Smokey kom með Manta. Hann er Lemmy Blade með, þú veist, Dewey er... Hann fellur. Ég var ekki viss. Þetta er svona fullorðni maður með börnunum í körfubolta, hann slítur eitthvað svona í ökkanum. Achilles. Já, þú ætlaðir að tróða og bara... Sko, nú er þetta smá vonda því að núna geta einhvern testar og sko. Já, Þú þurftir að taka hann áður en hann færði sig sko. Sko, Centaur er held ég ágætlega mikilvægur fyrir teamfight. Já, mjög mikilvægur sko. Þannig líka, hann er kallinn sem að þeir vilja að hinir góa á sko. Þú veist, ef það Centaurin er ekki hana, þú vilt ekki að þeir ná í sandkinginu þínum sko. Gæti verið að P.E. reyna einhvern veginn að sitja til hlýður og leifa þeim að byrja á Ross. Já, ég held að P.E. þurfi bara
að svona, sérðu base þeirra, botlinni er mega veif að koma inn. Wow. Ok, þetta veif er reyndar að finna impressive. Alltaf kemur mega veifið að þeir eru, the boys are coming, sko. Já, þeir verða að baka. Þú stóla bara og býður eftir þessum Centaur. Er refresherinn kominn bæði við það? Ég veit ekki neitt hvað er í gangi, sko. Já, hann notaði hann á hann, joke. Wisdom Rune hjá Louis. Getur við séð drá, er hún með Satanic líka eða? Hún er nefnilega ekki, hún er að fara í Butterfly. Sko, hún var nefnilega á highgroundinu að lemja niður, sem að hún er reyndar ekki með highground facetið, en svona in theory þá er það gott fyrir hana. Er Butterflyin fyrir lúnuna einungis eða? Sko, evasionið væntanlega já, en svo náttúrulega gefur það bara svo mikið aðdýr sem að er gott fyrir drá. True. En já, ég held að þú myndir ekki fara í þetta item, þú veist, ef að Lúnan væri... En Lúnan er samt... Últið hennar líka með þér svo mikið, sko. En hún er byrjað að rætklikka hrottalega, sko. Hún er líka að fara í deitalug, sko. Shardið, er það alveg dead, þarna spinny dótið? Lunar Orbit. Þetta var einu sinni broken, sko, en þeir eru búin að nörfa þetta mikið. Ó, næri ekki, býtu! Globalið. Mars er algjörlega einn. Sjáðu hvað Magnús er, hann er inn í base. Þetta er ekki alveg nóg synkronæst hjá þeim. Nei. Og hann á ekki bæpakk. Þetta er svo ekki alveg... Var hann í Ward missioni? Nei, hann virtist, sko... Þeir ætluðu að finna vindurinn til hann og hann góðaði einhvern veginn á móti sem að, þú veist... Allt er lagi ef allir eru tilbúinir. Býtu, Roshan Roard, lætur hann vita að það sé að vera að ráðast það? Já, hvernig spilaði eiginlega senast? Herðu, mjög langt ségrunlega. Þetta er hacks. Getur maður ekki stólist í Roshan lengur? Nei, en þú getur, ef þú stönnar hann, þá nær hann ekki að róra. Það er eitthvað stratt. Herru, vindurinn til líka, þeir fá hann frí. Magnús og Drá eru uppi á veifinu líka. Þeir vita því, góðu vort þarna. En þetta er smá jæks núna hjá TTE. Þeir eru svona, þú veist, annarkvort þarf það að kontesta þetta eða ekki, finnst mér. Býtu, getur þá ekki tekið Rossi Músa lengur í byrjun? Jú, sko, já, hann sko rórar ekki ef að hitliði drap hann. When facing the team that last killed him. Já, þetta var ekki við sem sagt fyrsta Ross. Ok. Þannig að ef að hitliði drepur Ross, sem sagt, þá getur þú sníkað honum, en þú getur ekki sníkað honum en þú drafst hann seinast, held ég. Einmitt, mega sens. Og ef enginn drap hann, þá getur þú sníkað hann, væntanlega. Já, á fyrsta sem sagt. Ég held að þetta sem ég var að tala með chainstunni hafi einhver algjör fróða þegar með ég bara hvað þetta á. Við vorum ekki að tala um þetta í gær, sko. Snorri sagði eitthvað svona sem meika engan sens. Ég er að hafa þetta eftir honum, sko. Herri, hérna kemur, einmitt, trúlega loka fætin mögulega. Mér finnst þeir eru komið mjög gott lít núna P.U. Já, líka bannerinn er bara hundurinn. Sko, taki bara Röksinn, leifið Centaur bara save himself. Geggja silence. Marsinn, hann nær Lúnunni, en Lúnan er ekki að taka neitt skaða, hún er með Aegis, hún á ennþá BKB, hún á ennþá ulti. Þeir eru bara eitthvað elsta Centaurinn, hún er alveg sama, æjæjæj! RP á gólfið, refresher samt. En hérna kemur Sandking. Og nær Lúna ultinu, nei, hann er stönnaður. Hvar er Lúna ult? Og hann þarf það ekki einu sinni. Nei, hún var stönnuð eða eitthvað. Já, hún ultaði líka bara ekkert. RP-ið. Hann var RP-inn gerði einhvern veginn ekki neitt. Lúna er bara orðin of sterk. Þeir eru að berjast til endaloka. Dewey, Nakata, aftur Aegis. Sjáum killshotið hérna, skemmtilegt. En þeir standa þetta af sér. Stóru kallarnir eru farnir. Dewey er einhvern veginn, mér finnst eins og Drá ætti að vera að byrja að meiðan meira. Ég held kannski Aganims hefði þurft. Sko, hann er með hvað? Hann er með Gardinarna, Skívas. Já, spurning með Aganims, en náttúrulega Lúna var bara komin dálítið mikið á undan. Já. Þetta var ruglaði leikur. Þetta, já, virkilega spennandi. Sko, það var, ég held að staðan hafi verið 13-1 á tímabili. Eitthvað í kringum það. Eitthvað styrkur. Það var mikið lít. En peningalítið var samt ekkert gífurlegt. Nei, það var komið upp í 5K, sem er mikið eftir korter. Já, það var hérna, það var ekki þessi skrýtni Wisdom-fight sem við rættum mikið, sem að eiginlega snýrið þessu. Sparta. Já, nei, hann tapaði samt, sko. Já, nei, Sparta kvotið, sko, þeir voru 300 í P.U.
Já, Mars var hann hver voru hinnir áttur? Þeir voru ekki Frostbart. Herru, þetta var, já, þá hélt ég bara einhvern veginn, hélt ég að þessi leikur eru bara eitthvað snúsfest. Nei, akkurat, Sko, ég ætla að gefa Litz mínum besta MVP af því að hann hélt þeim inn í leiknum. Hann kom boltanum af stað, sko. Þessir 4 fætar, það sem að Litz últíðin ónuðu TDE, það hélt þeim án þeirra hefur þeir tapað leiknum bara á sko 25 mínútum. Þetta var galið, við sjáum það hér, kæru áhorfendur, damage stelt á Litz. Ok, þú veist, þetta lukkar ekkert fárlega impressive, en þú veist, ef þú skoðar á hvað tímapunkt þetta damage var, þetta er enda mjög impressive með að við, hérna, með að Silencer. Já, ekki með að Silencer, með að Litz segi, sko. Þetta var galinn skaði allavega í tímfættum, sérðu þarna? Já. Að þú veist, Litzin er bara óna lúnuna og marsinn og allt, skilur, sem er kannski eðlilegt, en já, ég ætla að segja að það hefur verið MVP. Ertu sammála? Ég held það. Sko, þetta var mikil harka og hann kom boltanum af stað. Þetta var alveg svona atvinnusigur, sko. Þú þurftir að vinna fyrir þessu, sko. Sko, það voru geggju plays þegar Windrangerinn náði að snæpa Lúnu í rossinum, þá hugsaði ég, ok, þeir gætu kannski náða að snúsa við það, því að ef að Lúnan hefði náð eikist þar, sko. Það er 5.000 kall, sko. 5.600 á mínútu 12. Það er mikið, sko. Og 5.000 XP, sko. Það er hérna... Þetta leiti út, sko. Já, ég held að þetta er algjört shitstorm, sko. Þú sér þarna er, 13-1. Þeir eru með 1 kill á Windrandir á 11 mínúti. Einhvern veginn leini hræðilegt þarna niðri, en svo bara allt í hennu varð Centaur Unkillable God. Pæli í því hvort að mín besta drá hefði, hún er með Aghanems reyndar, sko. Ég veit bara ekki alveg hvernig. Sér hérna item progressionin. Hún var sko 1000 kalli, þetta er þetta geggjaða Lúnu Úlfur, vá. Já. Finnum á Witcher-logoði. Já, það er nokkuð til í, sko, já. Þarna sér, sko, þarna er hún komin sko 5.000 kall á undan, eftir 40 mínútur. Hún er með Satanic yfir versus Falcon Blade í raun. En að því að við erum að tala um items hérna, finnst þér itemin, þú veist, hafa verið sökudólgurinn? Mér fannst, svona, eins og ég kólaði eftir pípu hjá ég held að pípa... Það hefur verið gott kól. Sko, ég elska þetta Mars-spild, sko. Þetta er mjög basic, þetta er blink BKB hex. Pælingin er bara, þú veist, þú finnur einhvern gæja sem er ekki Centaurinn í raun. Sko, hunsum það eins að þessi Silencer í leiknum, það flækir þetta dálítið mikið. Blinka bara gæja, hexar hann, ulti í spjót, BKB þannig að þú náir þínu kombói og inn þýri á sá gæja degja alltaf eiginlega frýtt af því að þú ert inn í arína og þeir sjá ekki þeir vilja ekki jumpa inn í arínað. Það er pælingin og venjulega mjög effektiv, sko, en í þessum leik, sko, Jules inn í pipe kannski eða blink pipe, það hefði verið gott, sko, en annars finnst mér allir þessi kallar, þú veist, þetta eru svona frekar svona basic hetjur sem eru svona builda frekar basic item, Silencer buildar alltaf það sama. Magnúsinn bildar allt, þú veist, mjög svona hefðbundið stöf, sko. Þannig að nei, við sjáum Nakata fer ekki eitthvað svona grít, eitthvað svona móslubild þar sem hann fer í Aghanems early, sko. Sem held ég bara gott, sko, en þannig að nei, mér fannst ekki það að item honum, sko, þetta var bara einhvern veginn. Bara virkilega vel pikkað finnst mér þegar ég horfið tilbaka hjá PE. Centaurinn gífurlega mikilvægur fyrir mobility, virkilega gott teamfight og þeir spiluðu með kallanir eins og þeir átt að gera. Erfiður á leini en hérna einhvern veginn algjörlega svona eftir leiniðin og það röddast. Akkurat. Herru, ég held að við ættum að fá okkur smá pásu og hérna koma svo aftur í leik 2 að vera með spori. Býttu hann að skipta akrein?
Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And well, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Já, velkomnir aftur, kæru áhorfendur í litlu krafthéladeildina. Við erum að fylgjast með prjónaklubbi Ömmu gegn TDE Junior þar sem að prjónaklubburinn tók fyrsta leik í ansi svona sveiflukenndri seríu eða sveiflukenndum leik. Hvernig líst þér á þetta? Erfið byrjun fyrir PÖ en þeir bara mjög þrautsegir héldu sínu plani. Þú sagðir þetta væri svona menn sem héldu sínu plani og bara fylgdu sínu prógrami
Já, þetta var í raun bara hræðilegt, sko, leini niðri, þetta var allt einhvern veginn í skrúinu, sko, en þeir bara tók 2 góða fæta og maður þekki það að Dota svona, hann getur snúist fram og tilbaka mjög fljótt og þetta er svona TDE spilu fyrsta korteri svo vel, sko, þannig að þeir þurfa bara einhvern veginn að ná að byggja hans á því og það var smá eins og þeir hafi orðnir svona smá svona desperat einhvern veginn að svona glutra niðurleik, það er svo demoralizing, þú ert að vinna og það er allir hressir, svo bara tapar á 2 fætum og þú bara, herru, jæks. Sálfræðin er gífulega mikilvæg í svona leik og það getur haft áhrif á hvort þú hikar, hvort að þið finnst að þú farið fæt og hvort að þú sett sammála, ég veit ekki, sumir eru með leiðtoga sem að svolítið svona stýrir förum inn. Já, einmitt, og líka bara að þú veist, sumir svona vilja bara farma og vilja ekki fæta, aðrir vilja fæta og vilja ekki farma og þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta er náttúrulega alveg svona mentality í þessu. Þannig að ég vona að þeir bara haldi sínu striki og hérna aðeins svona herrustrákar, þú veist, við kannski erum full til í þetta, en og þurfum aðeins svona pick our moment, sko, herru, draft er samt að byrja. Heyrðu, þetta bönn kominn. Já, TDE breyta og banna bæði Sand King og Silencer, Prjónaklúbbur er að banna það sama. Já. Silencer og Sand King teknir út fljótt þarna. Já, ég skil það vel, sko, við hérna bönnuðum líka Silencer á móti Prjónaskóla eftir fyrsta leik. Þeir pikka Snap, hún var bönnuð á þann. Það er líka svona deny pick, ég veit að Nagata er eitthvað svona, hann reyndar að spila Snappa í mid sko mikið, en hérna, hann er eitthvað svona algjör specialisti. Þeir fíla klukkuna og svona klukkan einn þýri góða móti Snapp líka, hún er að guppa kossunum á þig og þú bara húkar hana. Voru mjög góð plays frá Nagata á klukkuna. Já, mér veist ekkert að þessari klukku og hérna, já, hann var góður í að finna baklínuna, það er náttúrulega, klukkan er svona, þú ert mjög powerful early, það er kannski dálítið erfitt að viðhalda þínu impacti þegar þú ert með miklu minna network þannig kallarnir svo ert að hoppa á, sko. En hann var góður á móti í Silencer-endum, en góður að bjarga svona og búa til. Já, sáum hann bjarga Magnúsnum nokkurnum og dráinni, þannig að mér finnst í raun alls ekki að þessu clockwork piki, sko. Þeir banna drá fyrir PvE út með Ursuna. Þannig að þeir vilja ekki fá Smokey Ursuna, það er svona specialist heiti og after profit. Þú sagðir drá? Ég ætlaði að segja Ursu, en ég held að ég hafi sagt drá. Já. Já, Smokey er svona Ursu specialisti. Ég skil ekki alveg þetta Medusubann sem við sáum líka áðan frá TDE. Hverjir, hvort að það er Bouncy sem er þá vantilega að spila bara safe lane Dusu, en allavega í okkar undirbúningi, mér minnir að við höfum ekki reykist neitt á Dusu og hérna hvorki bannað hana né að þeir hafi pikkað hana. Ég vona að það sé rétt, en mér er nokkuð viss. Gæti verið, sko, náttúrulega Luna og Medusa eru bæði svona, geta orðið mjög sterk physically, en eru með svona semi-teamfight ulti. Já, en þeir bannaði hana líka áðan, sko, og hérna við sjáum Súsinn, mig grunar að það mögulega aftur svona mid support flex. Ég er nokkuð viss að Aron geti spilað Sús, hundurinn eflaust getur líka að spila Sús, þannig að mér finnst aftur líklegt að þetta bara eins og ég gera áðan byggi support svona sem gæti orðið mid í nummer 2 og svona í valviti, það er náttúrulega bara solid hetja held ég. Já, maður finnur það sérstaklega þegar maður draftar sjálfur, sko, hvað það er mikið value í að hafa þetta flex-stót, sko. Að pikka kall sem að er bara, þú veist, við erum ekki búin að ákveða neitt, þeir geta ekki ef þeir velja eitthvað ömulegt lane fyrir þig, þá fer hann bara support. Það er mjög mikilvægt, sko, maður finnur það. Prjónaskóli sko, þeir spila Diakiro og Bane, veit ég, þeir eru opnir báðir á hinum supportnum, mér finnst þeir pikka supportana sína oft snemma. Tvær geggjaðar hetjur. Já, Bane hefur verið svona meira meta núna, Diakiro kannski aðeins minna. Já. Ef ég fari í Litsin samt. Já. Þessi Lits reyndar, sko. Hver ætli fara á hann? Já. Mid-Lits. Ég býst við hlungapiki núna. Þeir spila Mars sjálfur, veit ég. Þeir spila líka Axe, eins og við ræddum á hann. Ég fíla alveg pælinguna að taka bara Mars af TDE. Það er spurning hvað þeir eru með Snap í sem er með ágætis mobility. Mars er líka geggjuð, sko, af því að þú Arena gæja og svo gubbar hún bara inn í Arena. Þeir fara í Abaddon, áhugavert. Þetta gæti verið þristur eða ás. Þeir náttúrulega þekkja það að lendi í einum góðum Abaddon, sko. Já, forvitnilegt. Ég
Af því að maður sá ákveðin spilastíl frá prjónaskóla ömmu. Já. Bæði Snappy og Abaddon einhvern veginn Snappy? Snappy. Það er þetta gegn leiknum, sko. Ok, já. Þeir eru einhvern veginn fitt ekki alveg inn í jafn mikið pælinguna. Með Snappin gera það ágætlega, sko. En Abaddon er náttúrulega, já, hún bara stendur í raun og svona nullar út ákveðið svæði, sko. Já. Líka hjálpaði alveg engage að kúkin er alveg lúms. Alveg rétt, já. En Abaddonin, ég er smá sammála með Abaddonin, sko. Hann getur ekki alveg gert það sem að Sentarun gerði, sko. Allavega ekki náttúrulega inn, sko. Hann influensar ekki bardagan jafn mikið. Nei, einmitt. Hann er meira svona, þú veist, þú hendir honum inn bara og vonandi þraukar hann, sko. Já. Og þeir reyna svona, sem er reyndars kannski smá eins og Sentarun. Það fer smá eftir því hvað ról og hvernig build þú fer í. En bara mobility sem að Sentarun gaf var gífurlega mikilvægt. Já, ég er alveg sammála því, sko. Hann leyfði þeim að hlaupa líka mjög djúpt, sko. En þeir svara með Weaver Weaver lifestealer, ok. Þetta myndi ég halda að væri support Weaver og þá Zeus mid og þeim vanti þá offlane. Abaddon á móti lifestealer, það er ekkert frábært fyrir Abaddonin, en Weaver er mitt, þetta er support Weaver en þú vilt hann geta katsað hann eða sem sagt náðunum, við verum að kats. Þeir eru þannig sé ekki með það. Þú verður þessi Susi mid, gæti þetta ekki vel þá verið Susi support? Jó, en þá, hvað gerir þessi Weaver þá? Þá þarf Weaverinn að vera offlane eða mid eða eitthvað offlane lifestealer sem er eitthvað fyrir náttúrulega weird. Já, ég var að hugsa, sko, áður fyrir hefði Weaverinn alveg, hann var sick offlaner, sko. Já, hann er eiginlega spilan aðalega sem ásæði fjarka núna, sko. Já, ok. Þú getur alveg, ég menna Weaver er bara Weaver, skilur við, en þeir fara í slardarinn. Mig grunar að þetta sé mid slardar. Ég held að þeir hafi þetta opið, einmitt. Ég myndi halda þeim vanti, eða þá vanti ás eða þrist og að TD vanti þrist. Svona án þess að vera með það alveg á hreinu. Ég býst við að PÖ sé að fara að banna Mars hérna af því að TD spilaði Mars áðan og þeir kannilega prefera hann. Já, DK og Mars. Og við sáum Mars alveg átti, þú veist, þó að þeir hafði tapað leiknum, sko, þá átti hann alveg einhver að fæta. Hann spjótaði báða supportana, það var frekar sick. Það er mjög mikið value í því. Reyndar PÖ, ekkert með svona þannig lið, þú vilt yfirleitt hafa Mars á móti reyndsköllum, sko, svo að dótið er að fara ekki inn í arína, þú veist, Slardar og Abaddon, það er, þú veist, kannski ekki alveg svona rétt að fitið. Já. Þegar þú segir þetta þá líður mér eins og Mars verði ekki fyrir valinu. Hvað með... Sko, hvað pikka PÖ líka? Svona átt að pikka lane á móti lifestealer, það getur verið svona dálítið... Er Underlord ekki valið hjá TD? Er hann ekki lengur hetja? Hann er svona dálítið spes, þú pikkar hann yfirleitt, sko, ef þið vantar árur og vantar einhvern svona til að standa bara og veifklýra. Já. Jú, ég segi ekkert að því, en mér finnst þú þarft meira jump, sko. Hann líka, þú pikkar hann þegar þú ert með eitthvað sem að hoppar. Já, hann er með svo gott mobility yfir allt mappi, eða ekki? Já, últi er samt ekkert svona eitthvað, þú veist. Það er aðalega late game, sko, eða þú veist, það er mjög gott mobility, en það er samt ekki svona mjög reliable, þú veist. Nei, kannski fittar ekki alveg svona karaktereinkennin sem við sáum áðan. Nei, þetta er ekki equivalent við eitthvað centaur pick, sko. Ég heyr að þú ert algjörn svona mobility kall, sko. Nei, ég meina fyrir TDE, sko. Þegar þeir voru... Fyrir TDE? Já, fyrir TDE. Mér fannst þeir vera meira að hugsa mobility-wise heldur en... Já, þú meinar. PÖ, sem var meira teamfight, en PÖ er svolítið að fara út fyrir kassan finnst mér núna, sko. Já, ég er ennþá að pæla eins og Abaddon, sko, að því eins og ég held að þetta sé slarða mitt. Abaddon ás, ég held að þú viljir helst ekkert eitthvað að spila Abaddon inn í lifestealer svona þannig séð, sko. En þá er spurningin mitt bara hvað pikkaru. Þeir banna Magnúsinn, ég held að það sé gott pikk, sko. Þeir eru samt þá á spá að þeim vanti Middarann ennþá. Þá veit ég ekki alveg hvað þessi Weaver er að gera, nema þetta sé Zeus. Það er að kúka eitthvað hann sem er eitthvað oflókið fyrir mig, sko. Ég er náttúrulega einfaldur maður, sko. Ég vil bara... Hann er alltaf spurning hvort að Zeusinn og Windrangerinn áður hafi verið flexpick eða hvort að þeir séu meira predictable en það. Já, ég hef séð hundin allavega að spila Windranger, sko. Þannig er ég nokkuð vissum. Sjáum hvernig þetta setur. Það er aftur þannig að TDE á last pick.
Magnúsin gerði helling fyrir þá sko, en hann svona hann svona feitaði smá út fannst mér en hann early-fætarnir hérna gengur vel sko. Já, mér fannst Herru, wow. Er þetta ekki þín einu uppáhalds? Já, ég er big fan. Býtu nú við, ok, þetta er Abaddon Ás, Slardar Mid og Darkseer væntanlega þristur. Þetta er smá, svona mér lefur að sé pínu erfitt að execute þetta. Já, Já, ég er Darkseer sammála. þarf alveg item. Ég eiginlega skil ekki alveg pælinguna hjá P.O. jafnvel og áður. Þú bara fucking vakkjumar inn í Slardarstöðun og let's go, sko. Ok, býtu, grænum þetta aðeins. Ég ætla að svindla og sjá hvernig TDE ætla að leyna áður en ég fer að analysa. Ég er ekki alveg, má sjá, býtu. Já, 100 vindrundir. Nakata. Klokk. Nei, Ostbox mann þetta er offlane klukka. Þannig er það að gera þetta. Dewey. Já, þetta er... Hvaða alligator er þetta? Ha? Já, þetta er svona... Ok. Hvað ég spæði þetta að það var bara eitthvað hetja? Já! Það er ekki bara geggja krókodill. Hann er svo kartúnis líka. Já, það er geggja að vera ný hetja og þú er bara herrubítu. Það er krókodillamaður hérna. Wow. Sko, Lit Darkseer er bara classic af því að þú vakkjumar inn í Litsult og þá verður Litsulti ennþá meira effektiv. Sko, PU er með mjög basic plan. Það er bara þeir grúpa alla saman og drepa á. TDE er meira svona núanseraðara í gangi, sko. Ég veit til dæmis ekki alveg hvað þessi klukkar er að fara að gera. Mér finnst offlane, mér finnst core klukka, þú veist, það getur alveg virkað en það er smá svona hvað getur við sagt? Mér finnst það bara ekkert eitthvað great. Að þú veist, það sem hann gerir, getur hann gert líka sem support, sko. Hann bara fær aðeins meira farm, sko. Þessi krókodíl. Hér en þá, veit ég bara klukkan hefur væntanlega verið hugsuð hvað, til þess að ná bakklínunni? Ég held þeir hafa bara pikkað klukku á sem flex eitthvað. Já, hún var náttúrulega pikkuð fyrst. Hann er með sama facet, sko. Já, Víver er smá meta núna, ég held að sé út af facetinu, þegar hann setur pöddur á gæja og í hvert skipti sem paddan lemur þá fær hann XP, sem er eitthvað svona... Já, þetta er eitthvað weird. Herru, Dewey, þarf að passa sig. Hann breykaði á alla. Og Dewey, hann er brjálaður! Hann er ekki hræddur við neitt. Litskjöldurinn. Já. Herru, þessi klukka er í vesenni. Klukkan er í miklu vesenni. Klukkan er dauð. Aron. Hann byrjaði ekki sem kutsi. Djöfull var hann gríti. Hann vildi XP-ið. Ekki góð byrjun fyrir TDE. Andstæðan við það sem við sáum áðan, finnst mér. Já, ég man þegar Arena var með eitthvað vívepikk og forsöði eitthvað fight til að fá pöddur á Inga. Þetta myndi mig smá á það, sko. Ég veit að production veit hvað ég er að tala um. Já, ég veit ekki hvað það er að tala um. Frikki á hérna, hann á ódöðlegt voice line sem að koma úr þeim fight, myndi mig, sko. Það var eitthvað underlord með rúttið og eitthvað svona. Þetta myndi mig allavega á það, sko. Mjög frí byrjun. Súsin á ekkert mana. Má ég sjá livestillerinn? Fór hann í Gorestorm? Já, hann fór í þetta, sko. Ég er kannski svona íhaldsamur, sko, en mér finnst... Herru, hann er ekki með killshot, býtu. Shackle shot affects more enemies and grants damage per unit shackled. Er það ekki frekar sterkt ef þú getur shacklað meir en einn, eða meir en tvo í rauninni? Býtu, getur þú shacklað meir en tvo? Ég held ég aldrei... Býtu, ha? Shacklar er bara heilt creepwave. Ég er ekki djóka, ég held ég hef ekki séð þetta facet. Applies to all unit entries behind the target unit. What? Ég myndi að halda að þetta sé sterkara en powershotið, satt að segja. Af því að bara að geta stjórnað hinum hetjónum er nánast hvað Dota gengur út á. Nei, ég held að þetta sé pointið sé líka bara að þú fá svo mikið damage. Af því að þú shacklar, þú veist, gaur og 6 creep eða eitthvað og við fá bara fylgta bónus damage. Já, heldur þetta sé ekki bara crowd control?
kannski bæði, ég veit ekki. Ég held að pælingin sé eflaust að bumpa damage þitt meira en þetta er meira, þú fær right click damage versus það að vera einhver American Sniper. Herru, ég sem Darkseer enjoyer, þetta er bara fínt Darkseer lane sko. Lifesteal er ekki eitthvað frábær fyrir þig en hann er ekki eitthvað að fara að drepa þig sko. Þetta er ekki eins og að fá eitthvað mjög sterk, hann fekk líka kill og fylgta XP á level 1, þetta er svona að þú vilt fá levelin sko. Huey er alvöru baller, hann er ekki með kúið sko. Já. Þetta er eitthvað... Fór Geis level 2. Þetta er eitthvað weird stuff sko. Bouncing, hann ætlar í null. Blitzin farin að púla. Spurning hvort hann ætlar í rati, það er svona... Það er basicið en það er ekki alltaf. Já, lifesteal er líka að kjúa með rati. Þetta er eins og ég segi, mér finnst ég er ekkert að segja endilega draftið sér betra. Ég skil meira nákvæmlega hvað þeir ætla að gera. Mér finnst það mjög skýrt þegar ég horfi og þetta er oft svona þegar ég er að reyna að meta hvað draft ég fíla, þá bara svona skil ég pælinguna. Þú veist, eins og mér finnst lifesteal er ekkert endilega með, og hann er með klukkuna til að hoppa í og gera einn fastbomb, skilur við. En þannig er ekki, mér finnst það ekkert eitthvað super reliable. Þú veist ekki með Spiritbreaker eða Centaur eða bara eitthvað kall með blink, skilur við. Svo finnst mér svona Vindrundirinn, þú veist, svona veit ekki alveg nákvæmlega, þú veist, hún er bara Vindrundir náttúrulega, en Weaver líka og Sús, enginn af þessum köllum vill vera eitthvað caught. Þú veist, mér líður eins og einhver af þessum köllum verði caught á móti einhverjum svona wombo-combo line-upi, sko. Þannig að það er svona... Já. Mitt hérna 4K analysis er að ég fíla píu að því ég skil betur hvað þeir ætla að gera sko. Já, þetta er vel útskýrt hjá þér. Ég farin að hallast að því sama. Þetta var betri byrjun hjá þeim, getur verið bad omen af því að þegar TT átti góði byrjun. Já, þú veldur þetta sé curse. Mér Gæti verið. finnst Weaver support persónulega líka, þú veist, hann er alltaf pirrandi en mér finnst þú veist, gera hann ekkert eitthvað mikið. Hann getur verið dauður á hann Q. Huey, Q! Þetta rífur ekki. Hlöftu Huey! Býta, hann er hann á... Nei! Ok, það náði hann ekki. Svo er þeir með klukku offlane, það er bara eitthvað smá whack, sko. Dewey er... Courier. Það þurfti að passa upp á hann aðeins betur. Já, Dewey er ekki hrættur við neitt. Nei, hann ætti mögulega að vera smá hrættur, sko. Að vera hrættur er náttúrulega survival instinct, sko. Já. Það vantar mögulega okkar mann. Herru, Weaverinn er döð. Sáum ekki alveg hvað gerist. Já. Klukkan er fæn. Bamsi tæpur. Hann er að brenna smá mana. Herru, hann á svona skjöld. Hann bara vildi ekki spreða það mana á cooldown. Já, Dewey, það vantar eitthvað survival instinct í minn mann, sko. Já. Hann átti meiri segja surge. Fór ekki vakkjumið, ég er fan svona yfirleitt þegar þú ert svona Darkseer early levels, þú ert meira svona að reyna að deyja ekki heldur en að setja upp einhver kill, sko. Huey, það eru svo góða pöttur. Bouncy er damage. Hann á skjöld. Skjöldaði Huey. Já! Næs, geggjaður skjöldur hjá Bangsa. Ég hef ekki bjargað mínum lit, sko. Ég hef bara lit honum að deyja. Ég heyrði hvernig þú talaði silencerinn áðan, sko. Ég held að þurfa að hugsa þinn gangi eitthvað. Það bara gefur mér ánægju að horfa á supportarna mínu að deyja, sko. Þá líður mér vel. Greið Snorri. Jájá, ég veit að bara ég er harður húsbóndi, sko. Herru, CS-inn bara mjög jaft. Slardarinn reynda með feiti næ, lifestealerinn og sko klukkan ekki með það mikið að lastitum en með mikið að deny. Þetta er mögulega deny á koggana hjá sér. En já, 12 deny, hann er náttúrulega með svo mikið damage Slardar. Vindrundir, þetta shackle dæmi, mögulega eitthvað svona late game, eða svona mid game. Það ertu örugglega level í þetta og eitthvað áður en þetta fer að gera eitthvað. Ég hlakka til að sjá þetta, sko. Já, shacklaðan. Það var ekki einu svona mana, sko. Shackle. Shackle. Já, þetta shackle, þetta er garbage, sko. Og hann misklikkaði creepið, það sást. Ég held að, veitu hvað? Slardarinn, hann... Mér finnst það gott shackle, sko. Nei, hann ítti á katapultið en ekki á hit creepið. Nó. Módelið á katapultinu er náttúrulega svo stórt, sko, það var eitthvað fyrir hann. Herru, ok. Sko.
smá forritin að vita hvað Darkseerinn ætlar að builda hérna, sko. En ég vil ekki tala bara ætlar hann í Vanguard. Já. Mikið að support itemum á honum. Já, hann ætlaði bara í Arcane Boot Vanguard, svo var hann með Q held ég, sko. Q ætti að vera í góðum málum. Leinið ágætt, sko, en Abaddon með fullt af last-hittum. Þeir eru svo low og low mana líka þarna. Þannig að fara í null Facebook, ég sleppti null, sko, en ég er eiginlega... Herru, býtu, það er Focus Fire, Ice Claw, Run Out, Já, og býtu, hann ég ágætt... hugsaði einmitt. Ok. Hann er ekki með killshot, það er dáið! Killshot er betra! Þú veist, Shackli gerði ekkert af því hann Shacklaði bara þennan gæja, skilur við. Ég er ósammála. Ég frekar að leifa honum að lifa og gera hömmela í lokin. Gera 3 bónus damage einhvern tímann á level 15. Nei, þetta er crowd control. Þetta hlýtur að vera crowd control. Nei. Að geta Shacklað meira en 2. Herru, býtu, það er gang. Og! Nice dodge. Ég ætla að vera að fleima þetta facet en hann hitt ekki, þannig að það er... Ef að Powershot hefði hittað þá hefði ég kannski gefið þetta. Það var í annars skipti sem hann hefði lifað af. Slardar, hann fór ekki í base, hann hitti courierinn sinn. Hann var að fá 13, ég veit ekki hvort hann var með eitthvað ríti. Jú, því líkur spilari, sko. Sem gæði náttúrulega Immortal. Já, þú sagði það með 2 Immortals hérna mitt að mætast. Ég held að hundurinn sé það, ég honestly veit það ekki, sko. Mér skilst það að sé regla að sé bara 1 Immortal. Það má bara vera að setja 1 Immortal í liði, sko. Já, ég fíla það. Mitt liði náttúrulega við sökkum þannig að það er engin Immortal en... Það býður upp á spennandi leiki, sko. Já, þetta er náttúrulega, það er líka pointið með að þetta er litla deildin, skilur við. Þetta er ekki, hérna... Herru, býtu, Invis. Hundur nær þessu. Já. Herru, nú geta hann Shacklaðan. Nei, býtu, það er hinn creeperinn. Þvílíkt Shackle, maður. Já, þetta fasið gerði ekki neitt. Herru, fucking... Hann er döður núna. Hann er í vissinni. Shacklaðan! Nei! Cookie! What the damage? Vel gert. Hann fellur samt, en hann fellur eftir á... Býtu, Huey dó. Þessi Litz er náttúrulega bara til að láta drepa sig, sko. Greið Litz. Herru, hvað er það? Herru, ég var að fatta að það gegja þema hjá PU. Herru, wow. Já. Æj. PP Hands. Það er undead þema. Það er undead þema. Bara, þú veist, Litz Abaddon. Já. Þetta er ekki nett, eða? Af því að það er oktober, eða? Halloween? Já, bara því þeir eru báður undead, sko. Jú, það er líka oktober, sko. Ég meina, akkurat þetta er annars að vera cool. Bara því að það er í þema. Já. Skilur, Clockwork og Weaver er ekki í þema. Það er rétt. Býtu, talandum. Hookshot, hann á ekki skild. Hann á ekki manna! Bonsi. Hvað er hann nálægt level 6? Já, það er svolítið frá. Hann er smá eitthvað söffera þessi Abaddon, sko. Eða, þú veist, mér líður eins og þetta lane ætti að vera nokkuð kósi með Litz fyrir aftur sig. Já, þeir eru búin að falla svona hver og eftir öðrum. Litzinn fjall á hann. Gómaður að Weaver einhver staðar. Þetta er the undead synergy, sko. More like dead. Herru, býtu, það er alveg, þegar hann er að farma Ancient Stack með Ion Shell og smókuðum, þetta er eitthvað nölla shit. Aldrei myndi ég, aldrei myndi ég fá liðsfélaga minn til að standa þarna að smóka hann með mér, sko. Aldrei, sko. Sko, Ice Claw var a player, sko. Herru, býtu, það er Rún. Double damage. Já. Hann er að spara það fyrir einhvern. Hundurinn er að fara að taka þetta. Louis. Nice. Herru, fasettan úr sústnum, er þetta ulti dráps? Nei, þetta er bara hinn. Hann ger ekki svo satt meira damage fyrir hvern sem hann dreifum ultinu. Bounce er ekki level 6. Þetta meitt hann mjög mikið. Pattan er að fá fullta XP. Góður shield. Já, hann er ekki komið ult. Huey þarf að passa sig. Ég held að Huey falli, sko. Það er TP inn. Tveira TP-a. Ok, ult. Hann er með DD, þetta er smá jæk, sko. Og Dewey, hann er ekki að fara að fá neitt hérna, sko. Mér finnst þrátt fyrir DD. Býtu, það eru kisses, það er kisses. Hundur á ekki, run. Þetta er max reynd eða eitthvað. Býtu, okkur voru þetta svona skrýtni kisses?
Já, eins og, ég held bara eins og segja, þetta var max range. Já, en hann skaut svona svo lengra, held ég. Það náttúrulega vindrið hleypur djúvill hratt, sko. Já, óefnilegt hún var með DD, ég veit ekki mögulega hefði þetta gengið betur. Mér finnst það... eitthvað damage penalty þegar þú voru últið með Windranger? Mér fannst hún samt gera eitthvað svo lítið damage reduction 25%. Já, það er hérna extra damage from secondary item is not reduced. Nei, já, það er reducað sem sagt... Já, þú reducear 25%. Sko, extra damage from secondary item effect, það er væntanlega ekki DD. Þetta er eins og, þú veist, eitthvað MKB og eitthvað svona dótri. Góð greining, Andri. Já, takk fyrir. Mér bara fannst hún eitthvað hitta svo... Já, þetta var frekar pathetic með DD, sko. Ef hann var með hinn fasettinn, þá hefði hann lamið fastar, sko. Nei, þetta er örugglega, þú veist, þetta er örugglega eitthvað svona, við sjáum á eftir bara, herru, wow, hann gerir bara truck turn af damage. Já, er damage það mikið? Ég veit það ekki, sko. Það hlýtur að vera eina ástæðan. Ég held þú fari ekki í þetta bara til að sjakla 5 gæja, sko. Ég hugsa það virki ekki þannig. Hef ég bara hreinskilið sagt ekki sé þetta fasett, sko. Nei. Kannski rétt verið. Þú veist meir en ég þetta. Darkseer með Vanguard, ég er ekkert, sko... Já, auðvitað. Já, það útskýrir auðvitað. Þess vegna var Windrangerinn ekki hitta jafn hart. Já, damageinu. Já. Auðvitað. Ég ætla að fara að fleyma þetta Vanguard pick-up, Flott Vanguard, já. Já, en ég er hættu við, sko. Ég er samt mynd, hei, svona... Mér finnst Vanguard bara svo ódýnamíst oft, sko. Já. Það er náttúrulega hægt að uppgreita það núna, sko. Áður fyrir var ekki hægt að uppgreita það og... Nei, það fer náttúrulega í Heaven's Halberd. Ég held að sé ennþá þannig. Það er þetta búið að breyta Heaven's Halberd svo oft, sko. Ég var huge fan að fara Darkseer bara first item mech, sko. En það er búið að nerfa mech, þannig að það er ekkert mjög gott lengur, sko. Mér finnst þetta aðeins hægari leikur en áðan einhvern veginn. Já, þú er allar í pípu, ég er sammála, þú ert á móti sús. Já, þetta er miklu hægari leikur, sko. Þetta er líka, dröftin eru þannig, þú veist, það er enginn center með Stampede sem að vill bara hlaupa inn og þú veist, þarf ekki einu svona blink, sko. Þetta er alveg svona, sko, P.E. þarf blinkast Lardar og Darkseer og náttúrulega Farm og Abaddon áður að fæta og þú veist, þú vilt heldur ekkert vera að fæta mjög early með lifestealer, þú vilt fara í Radi og þú veist, ég veit ekki, SNY eða whatever og Windrautir, það er náttúrulega Farm líka. Slardar er reyndar að fá blink, þannig að hann væntanlega byrjar á meðan Darkseerin katsar upp að því að Darkseerin fer ekki bara í nakin blink. 14 mínútur að líða, er Darkseerin að bíða eftir, hann er væntanlega að farma Ancient. Wow, rím. Bíður eftir Wisdom. Það er bara að hunsa rýmið þitt. Var ég að rýma? Ég held að þú var að fara að spitta einhverjum lyrics. Þú veist, það er... Nei, ekki núna. Get frístælað seinna. Tíminn er að líða, Darkseer er að bíða. Ég held að vera eitthvað rosalegt að fara að koma, sko. Wow. Já. I'm a poet and I didn't even know those words rhymed. Víverinn er að fara bara í, komið með örn, er að fara í vessel, bara mjög basic. Fer ekki búta, mér finnst það alltaf að fyndi, sko, ég myndi alltaf fara allavega í brown boots persónulega því að, þú veist, þú lappar svo ógeðslega hægt þegar þú ert ekki að Sukutsa. Sjáum þetta, mjög even, bara gulllítið er bara basically ekkert. Darkseerinn að fara í pípu. Spurning hvað þessi klukka fer í, hann er fyrir chainmail, hann er ekki með þarna borða chainmail fasetinn sem að ég held að hafa reynda verið removaður. Borða chainmail? Já, það var bara eitthvað meme facet. Herru, þessi Víver ætti að deyja. Já. Næri ekki últa. Ostbaksmanninn, litsultið, það skoppar. Favorable bounce. Skoppar ekkert meir, en þeir ættu samt að ná honum. Já, ok. Já, þeir ná honum. Nakata samt, hann þarf að passa sig. Ég held þeir vilja ekki hann fight. Bouncy. Sko, ég hefði viljað að sjá hann hlaupa og tanka turnin til að fá meira líf, en... Smáætri, það var góðu fight fyrir þá. Þetta ekki allir verið Abaddon specialistar, sko. Nei, já, þú átti víst geggjaðan Abaddon leik. Ég er að svona reyna að tala vel um hann svo, til að fá hann bannaðan, sko. Svo Frikki leiði mér að spila eitthvað annað en Abaddon, við sjáum hvort að það gangi. Þú ert góður á Abaddon, en þið finnst það leiðilegt. Nei, það er alls ekki leiðilegt, sko. Þetta er bara að spila sumir heitina tvísar. Sumir fíla það mjög mikið, sko. Ég er bara svona persónulega
Af því að mér finnst, þú veist, að þegar þú spilar hetju og er kannski í 50 mínúna leik og þú ert með 5-6 item, whatever, og þú ert get strong, skilur þú bara núkar creep wave og eitthvað. Svo ferðu aftur og ert á level 1 með engin item og gerir bara ekki ég er einhvern veginn svona misregna damage mitt til mjög mikið og hversu tanki ég er og svona. Þetta svona resetast ekki á milli leikja. Ég veit ekki hvort að hvort þetta heit ekki neitt, þá gerir fasetin ekki neitt. Þetta meika sens. Skilur hvað ég við? Já, þetta er einmitt bara sálfræðileg áhrif. Ég lendi oft í þessu þegar ég byrja bara nýjan single player leik. Maður er komin eitthvað geggjað langt og síðan bara byrja maður upp á nýtt. Nei, þetta er leiðilegt. Byrja á sama leik aftur? Ég byrja á sama leik aftur. Orðin geðvægt OP byrjar aftur sama leikinn með engin items. Þú tala um eitthvað svona roguelite dæmi? Bara, já. Þú ert ekki að tala um bara Skyrim, að þú klárar allan Skyrim og byrjar aftur. Ói, herru, ég lendi líka í þessu, sko. Þetta er alltaf leið. 90 sekundar cooldown. Já, þetta er svona, þú þarf að passa bara að vera ekki og framalega. Sko, þú afsakar þetta því að þú lendir í þessu. Já. Ég hefði gert grín á honum, en þú veist, ég þekki sásaukan, sko. Ok, gott. Júi, þetta er samt alveg undir turni. Já, Louis, ældu bara á þá. Og ég vildi bara sjá hann æla á þá, sko. Ég held leið og klukkan húkar hann inn. Getur ekki bara guppað? Já, af því hann náttúrulega loka sig inni þarna strax. Já, ég meina húkið er búið, þannig að hann kemst ekki á þig. Af því að Litz undir turni með skildi, hann er alveg meira tanki en að venjulega, sko. Það eru 100 fyrir Maelstrom, bara basic farming item. Hvað er það lengi cooldownið á Snappy? Þetta tala um kisses? Já. Það er bara ekkert eitthvað mjög mikið, sko. Bara svona basic ult. 60 eða 90? Já, svipa á Litz eitthvað. Já. En Litz er svolítið langt eða ekki? Jó, en ég meina þetta er náttúrulega fárlega sterkt ulti. Ég meina ef hann hefði dreipið klukkuna þarna, skilur við, eða dreipið súsinn. Já, ég ætla að segja, þú veist, það er samt sálfræð. Æskló, hundur. Æskló þú þarft að vera snar bílaður til að spila þessa hetju. Slartar. Æskló, hann er með pöntun á pattan. Já, geggjuð ult. Þú sér, sko, slartar, þú þarft að vera bara algjörlega crazy til að spila þessa hetju, sko. Þú þarft helst bara að vera á Englaríki eða eitthvað. Já. Fekk smá hjálparna frá Snappy. Af hverju er alltaf að kalla hana Snappy? Það er hvað hún er kallið. Já. Þið eru náttúrulega jafnaldrar, þannig að þú veist að betur. Herru, býtu, það er nörda Let's Play sem var svona underwhelming, skulum við segja. Ég veit ekki alveg hvort hann creepið dó, held ég bara. Þessi Litz ætti að borga. Aron ásand ekki neitt, hann er ekki með neitt í Germinate. Ég sé að smá spurningamarki. Huey. Wow, þetta damage, maður. Nice dodge, ok. Æskló, Aron á ekki ulti. Hundurinn er í miklu, já, wow, hann hvarf, sko. Já. Lifestealerinn er smá ekki búinn að vera með í leiknum, hann er bara að farma, hann er að mæta núna. Hann á ekkert í hann slartar, held ég núna. Ok, hann kattaði með. Hann er komið með rati samt, það getur verið pyrrandi fyrir slartar. Hjút, bass, eða hann stönnið sem ég man ekki hvað heitir. Ulti gerir ekki neitt, feitur veggur. Já. Smokey, eitt hitt. Hann er að reynda. Ég held hann sem eftir. Bánsi á ulti, hlauftu maður. Þeir vilja taka þetta safe. Hefði getur verið... Er Abaddon komið með rati eða? Ég held hann sé dálítið langt á eftir nefnilega, já. Sjá, lifestealer... 900 kall viðbót. Já, hann er 1000 kalli á eftir slartarnum. En alveg langt á undan þessi Abaddon er vel fátækur. Hann var ásinnið ekki? Jú, Abaddon hann er svona hægur í gang, sko, en hann ætti held ég að vera undan Darkseer samt, sko. 20 mínútur liðnar. Allt öðruvísi leikur en áðan. Þetta er málið þegar þú draftar undead lane, sko. Það er mínus 20% GPM. Þetta er svona hidden penalty. Já, það er ekki allir sem að vita af því, held ég. Nei. Ég vissi ekki af þessu, sko. Ég er að heyra þetta í fyrsta skipti. Hefur ekki aldrei heyrt þetta á þér? Nei. Þetta er náttúrulega í nýja patsinum, sko. Já. Það er svona synergy penalties. Fólk er kannski ekki alveg búið að stúdra það. Stylish synergy. Já, það er bara svona, þú ert basically að borga fyrir að vera nettur, sko. Fair enough. Ég veist, þetta er bara eins og eitthvað, þú veist, buxur úr einhverju merki eru dýrar en buxur úr einhverju... Það er líka eitthvað sem ég hef aldrei skilið. Nei, þetta er bara, þú veist. Ok, við sjáum smá pressu hérna á turn frá hund. Kapitalismin.
Herra býtu, það er skann, Hjúi, þessi klukka, dodsaði úkinn, nei! Ok, býtu nú við, þetta var Genius Bait! Oh my goodness! Þessi litli og fucking sexy, sko. Hann fekk líka visdomið! Þau leikur afburða maður, sko. 840? Já, og líka næst neðst í gæinn sem er fucking, örgulega, ég veit ekki hvað ég segi, ég er eitthvað ofpeppast hérna. Það var mæstilega snappfærin líka sem að fekk, vistumið, hún á kossa, þetta er mjög hættulegt ef að TDE ætla að hlaupa bara í Vision. Ég er áttum á því, Snappy hefur aldrei verið jafn viðjandi nafn af því að... Já, ég held að þetta var eitthvað krókódíla. Snappy, já, hann er krókódíl. Býtu, hvað sagður þau? Snappy, snapp. Hör ekki eftir Snappy? Nei, ég held ekki, sko. Ég myndi lukka upp, sko. Hann er geggjaður. Sérðu hvað hann er Já, töff? hann er þetta geggjað, sko, en ég veit ekki hvað Snappy er. Þetta er hann. Síðan er einhver manneskja á rónunum sem er í aukulhaup. Það er vel þykkur krókódíl. Hann er líka... Ekki fara þangað. Sjáðu hvernig glaður. Nei, ég meina, ekki fara þangað. En líka, af hverju er hún í geimflaug? Af hverju er hún í... Já, þetta er eitthvað koncept. Sko, þetta er væntanlega sama setti, ég hef séð þetta áður, sko. Þetta er flott, sko. Allt svona snappfæði er mjög dýrt, sko. Ég er nefnilega snappfæði kall, sko. Ég þurfti að kaupa eitthvað Borderland anime setta því að það var eina sem kosti ekki $20. Þannig að startar Hjúi tilbúin á hliðinni. Þetta er þetta gott sjakkul. Iceclaw er samt með... Hann er bara walking it off. Louis á kisses, hann vill bara ekki æla. Nei, hann vill væntanlega býða eftir góða mómenti, sko. Þeir eru svo lengi að hitta og það er auðvelt að forðast á. Og Louis, baka. Já, Louis er framalega hana. Abaddon mætir, hann er low, últans prokka bara einhverjar andar á hann. Smokey er að elta Iceclaw, þetta er mjög eitthvað skrítið. Iceclaw er í brasi og hann er samt hlattar, hann hleypur hratt. Hann þarf að komast út úr reynsi. Vá, hvað hann er hraður, hann lifesteal er... Hann er eitthvað að reyna að dodsa, þetta er slow radiance-börn. Hann þarf að fá blink, ekki lögum. Hann er komin úr radiance. Ói. Kipi, hvar er hann? Hann djúkaði myndavélarnar. Að komast undan radiance þarna var clutch. Já, hann náttúrulega gæti ekki blinkað, sko. Einmitt. Þurfti að... Slardar náttúrulega hleypur líka hraðar í vatni en hann var kominn á þurrlendið, hann var ekki... Hann var eins og fiskur á þurru landi. Já, bókstaflega. 11-11, þeir eru búin að vera með samt money lead eða allan leikinn finnst mér PÖ. Já. En samt búið að vera mjög jafnt í kills. 60-40 tæplega í hérna vinnings svona líkum. Frekar akkurát myndi ég segja. Sko, nú held ég að PÖ séu svona ætti að fara að grúpa bara fljótlega, kannski leifa Abaddonunum að farma. Þú ert með rosalegt damage á þessum 3 heitjum. Darkseerinn fer í mech samt. Ég held að það bild verið dead. Hann er ekki að fara í blink alveg strax. Já, síðan fer hann í bút svona... Já, ég hefði aldrei farið held í pipe og mech á þess að vera í blink. Ég er reyndar sumir Darkseer-spilarar, þeir fíla ekkert, þú veist, þurfa ekkert að fara í blink. Fíla bara hlaupinn og einhvern veginn svona veggja og eitthvað. Það er búið að vera að virka bara vel hjá honum, sko. Veggirnir hafa ekkert verið lélegir. Nei, alls ekki. Ekki 100, þú veist, ekki þessi bestu, en... Málið með blinki, sko, þú setur svo mikið upp fyrir liðið, sko, versus það hlaupa inn bara eftir liðinu þínu. Já. Þetta er bara svona hvort þú vilt vera gæinn sem hoppar inn fyrstur eða hvort að þú hlaupir bara á eftir, sko. Og er einn bara margt valið, hann er bara svona valjú að það fari í árur fyrst, sko, sem að er, þú veist, skilur, bara all good. Heldur að þið býðist til BGB á sladdar og... Ég held að þeir geta alveg verið að leita pick-off, sko, eins og þessi Sús, sko, hann deyr instantly. Og hann hitti ekkert það í jumpið. Þeir eru að nota ansið mikið en veggurinn er ekki að gera neitt. Louis geggjað. Þetta er eitthvað mjög klöggi hérna, hundurinn er samt að deyja. Hann dó í gegnum BKB. Lifestealer er að bráðna, deyr mjög hratt þarna. Hvað er að gera allt damage við þá? Ég er ekki alveg að átta með þessu. Gott cookie. Þetta var mjög skrítið en þeir drápu við 4. Og Súsinn sem var fyrstur er svo eins sem lifði. Má ég sjá damageið? Snappinn, já það er gubbið, sko, en Vindriti gerði fullt af damage sjálf, sko, en það bara... Hvernig dó? Var hann ekki með... Hann notaði BKB, mér fannst hann melta bara... Var eitthvað Darkseer Illu sem drap hann? Já, Lifestealerinn.
Nei, og Vindrundir var BKB sko, ég held, en hún dósan bara spurning hvort hún bara litsulti og Amman hafi bara farið í gegn sko. Já, ég átti ekki alveg á því hvað gerðist þarna. Nei. Mér leiði eins og þetta ætti að vera að fæta TTE í hag sko. Já, svona fyrst að Seifur lifiði sko. En þeir komin þetta bara PÖ, þeir mættu sem lið, björguðu, ég held að þeir voru... Já, og sér að þeir eru einhvern veginn aðeins meira reddi finnst mér, eins og þarna, þú veist. En þeir náttúrulega eru svo þeir sem eru að smóka, þannig að það er svona auðveldara. Af því að það meira svona heistrákar hittumst hér og gynna þetta, versus það að hinnir eru bara svona út allt að farma. Þessi Slardar er í vígahug og hundurinn er í ekki góðum stað. Þeir nota ekki litsulti, hann hefði bara átt að nota litsulti hérna. Það er þetta fer í vinið þeirra og litsulti fer ekki á gæðina sem eru vakkjumaðir. Paddan á ekki ulti, þessi Padda er döð, hann reyndar átti ulti, hann náði bara ekki nota vegg. Þeir nota samt aldrei mikið, þeir nota vegginn og litsulti. Vel gert hjá TTE, mitt bara flýja þennan barda og voru búin að... PÖ voru smá óhafnir, ef að litsultið hefði farið á gæðin í veggnum þá hefði þeir náð fleirum. Seifur er líka bara að fara í Aghanim, þú veist, þetta er damage og hann að mínistönnið en þetta er ekkert... Hann fara alveg meira til að verða svona impactful, sko. Ættu þeir ekki að contesta þetta betur? Hverjir? TTE, já. Bara núna undir turni, ég veit að hvernig fætaru? Þú veist, þú ert með klukku sem fer inn, ok, þetta sjakkur var enda gott, en ég meina og sopa, skilur við. Æskló er enda algjörlega bilaður, sko. Æskló... Lifestyle-in var nefnilega ekkert með áðan, sko. Núna kemur hann inn og svona reynir að klína eitthvað, en ef hann hefði verið með í turninum og barist með, þá held ég þetta hefði farið þessu öðruvísi. Ég held sko ef Æskló hefði hlaupið bara upp til liðsins síns en ekki upp á hægrundið, ef við sem sagt í bara beint norður, þá hefði hann mögulega verið fæn, sko. Hann hljóp svona smá frá liðinu sínu þegar hann var að baka. Þú veist, ekki vörð þetta degi fyrir SUS, en þeir náðu ansi miklu á turninum og náðu vistumrúninu á leiðinni út, sem er náttúrulega hjút. Þetta er vistumrúnu með 2 sem þeir taka. Litsinn stalði á þann, stelu þjóður. Þannig að XP er ansi þykkt hana. Getur þetta munur sér þykkur, þetta var ekki... Jú. Mikill, ef hann getur verið mikill, af hverju getur hann ekki verið þykkur? Já, góður punktur. Ég tek þetta tilbaka. Ég er ánægð með þetta hjá mér. Já, ég stend með þér allt. Dewey, já... Þú gerir engin mistök. Nei, ég veit. Það eru allir aðrir sem eru vandamálið. Heyrðu, Smoke komandi hérna frá PÖ, þeir eru meira að gera plays. Já, ég veit það sko. Þeir eru líka, eins og ég segi, lið þeirra bara, það er auðveldar að gera plays. Þessi Slardar, hann hoppar inn eða út, finnur pöttuna, Paddan, hann lifir, hann þarf að últa samt sko. Litsultið hérna, núna, þetta er stórt litsulti. Já, brjálað. Slardar er bara, kúkið komin út. Ná smók hérna, góðu veggur, hvar er Amman? Hún á ekki últi ennþá. 4 sek. Bossboxmann hlýtur að falla hér. Já. Kemur sér undan mögulega. Amman þarf að guppaðu Amma. Æskló fellur samt fyrir. Og, já, unguppar, hundur er í miklu brasi. Og, já. Smokey, þeir var að kæta hann. Litsinn, þessi Lits var ekkert eðla fæn, sko. Ég veit ekki okkur hann panikaði, en hann á ekkert inn fest. Hann á reit, en það skiptir engum máli. Vá. Hann var tæpur hann á Huey. Já, Huey náttúrulega teleportaði með fullt líf, fattaði svo hann var í fæn og var búinn að cancela. Það ef hann hefði átt TP'ið þarna, sko. Skiptir ekki máli, hann var alltaf að fara að lifa. Þú veist, þessi supportar líka, þú veist, mér finnst þeir ekkert gera mikið. Já, ég held, einmitt, þetta lið var ekki byggt upp kannski með góðu synergy eins og þú sagðir í upphafi. Svona, hver pælingin er, maður veit það ekki og ég er ekki búinn að sjá það. Heldur. Nei, sko, ég skil alveg klukkuna smá, það er bara eitthvað svona fá gæði sem að hendi sér inn. En þú veist, hann þarf samt eitthvað meira. Svo Víver og Seifur, þú veist, þeir ger ekki neitt. Eða þeir gera náttúrulega damage og þessar pöttur er alveg pirrandi og eitthvað. En svo gera þeir ekki neitt, þú veist, þeir læsa ekki einhvern mann inni. Þú veist, þeir eru aldrei að fara solo killa einhvern svona mikilvægðan.
Þau gera smá armor reduction eða ekki, sem kannski betra early game, sko. Armor reduction Weaver. Höttunar, eða ekki? Jú, en þú veist, skilurðu, þú veist ekkert eitthvað þannig að mér finnst það að vera eitthvað svona crucial, sko. Nei, alls ekki, sko. Ég held bara að þú hafið hitt höfuðið á naglan þarna, Batti. Bánsið komið matta á Radi og Blink, hann verður að vera ansi sver. Hann ætlar, næsta item fyrir Abaddon yfirleitt annarkvæmt Bassir eða Orchid, sko, það fer dálítið eftir á móti hvernig liði. Þú vilt náttúrulega Abyssal Blade út af Windranger og út af Weaver, þannig að ég fíla það alveg, sko. Finnst það basically að fer líka eftir ef þú ert með supporta sem þú þarft að cancela, sko, því að Abaddon ekki með neinn leið til að stoppa neitt, sko. Þannig að ég alveg stið þetta val. Louis með Forstaff, eða Forstaff Glimmer, það bara basic, allar bara næst beint í Hex, ég actually fíla það. Louis búinn að vera mjög góður að bjarga líka, sko. Iceclaw, þessi Nakata, það Vision, þetta greinlega Invis Rune, hann var ekki smókar eins og ég held. Ætti að vita þessu Visioni. Sem að ég gera. Creepin, snitchu. Hann líka Immortal, Andri. This guy knows. Smokey að reyna að catch up. Já, Smokey að fara í Axe. Það smá jæks með Aghanim sinn, hann dissar maður ekki lengur. Það var, þú veist að það hoppar inn í Óvinn. Já. Sem gott, en þú dissar maður þá alltaf einu sinni. Á meðan þú varst inni með það? Já. Þannig að það var mjög gott. En núna gerur það ekki lengur. Þannig að mér finnst líka hvernig ég ætlaði að svara Darkseer hoppinu, sko. Ég held bara að ég gera það ekki, sko. Ef að Darkseer hoppar inn og nær 3-4 í vacuum, þá held ég að þeir gæjar degi bara. Og þú veist, það er ekkert eitthvað svona counter jump eða þú veist, það er ekkert svona counter initiate. Þú veist, klukkan jú, en ég meina þá er bara skaðinn skeður. Skilur þú hvað ég á við? Nei. Þú veist, ég skil, já. Þú skilur það? Ég skil að sef. Herru, hann ætlar í Aghanim næst, hann ætlar ekki til Blink. Meiri kallinn. Þarna er að raðast á... Ok. Þessi slardari með 80, sko, hún geti ekki verið meira saman, sko. Býtu nú við, þetta er gott sjakul, ég veit ekki hvort þið fáið betra tækifæri. Geggja Forstaff. Mekki hérna, orðið Greaves. Hann er full on árakall. Gott sjakul, þeir notuðu samt ansi mikið. Og ég meina, fara þær ekki bara aftur, þeir eiga bókstala allt. Weaverinn eitthvað að kötta mitt. Það er DD líka niðri. Ég hugsaði að sjá ekki. Nær Weavernum, hann verður últa og nú ætti hann að vera döður. Vacuumið var reyndar ekki frábært. Þú hleypur ekki frá slardar. Ef þið finna DD þá verður það stórt. Skoðaðu rúnið Iceclaw. Þetta er svona þegar þú horfir á voddin eftir á og sér bara strákar, það var DD. Þá ertu bara sérstaklega þú tapar, þá er það alveg, það er despair, sko. Ég held samt að ég þurfa það ekki. Horfandi á þetta núna. Nei, en ég meina, þú veist, hvort viltu gera damage eða næstu í 2 meira damage. Herru, Shaklin eru þetta góð, sko. Já, en þau eru bara að hitta 2, sko. Ég meina, bara sjá það að hitta fleiri. Þessi Nimbus líka. Þú veist, og hvað? Ég meina, þeir eru ekki að fara. Þetta er cool, skilur þú? Reyndar, hristist mjög skringilega. That's what she said. Amman ætti náttúrulega bara að skjóta hennar Nimbus niður, sko, en unlucky. Iceclaw hoppar inn og hún er bara alveg slamma. Nice. Góðu veggur, hundurinn þarf að byggja bíja og fer út. Ostbaksmann er döð. Svaklega vacuumið stórt AOE. Já, það er talent, sko. Hann hefur væntanlega allir real Darkseer undjöfur farið í hann, sko. Já. Það er ekki minn mann. Það er eitt bild þar svo fyrir Gleipni til að fá starra AOE, sko. Ég á eftir að einhvern veginn prófa það, sko. Bánsið með últ. Bánsið með últ, honum er alveg sama poppaði mantavinur. Herðu, 3 í 1. 4 í 1. Það gerði ekkert. Herðu,
Power shot betra. Já, ég held það honestly sko. Nakata, döður. Þetta er bara einhvern veginn að fjara út hjá TD. Mér finnst bara, þeir eru ekki með neinn tól til að gera neitt. Slardar ennþá með Aegis. Bouncey byrjar að sretta byggingar. Æsklóf með hana skemmtilegt viff, en svona reseti bara... Nei, reseti, það eru þrír. Þeir eru bara þrír. Sko, verandi gaur sem kemur frá Rocket League samfélaginu og hefur ekki spilað Dota almennilega í 10 ár, þá finnst mér að Smokey hefði mátt taka meira þátt. Ég vona hann hlusti á ráðið mitt. Já... Já, mér fannst þetta samt honestly mæta, sko. Já, eða hann... Æsklóf er ennþá með Aegis bæði, hún gæti ekki verið meira sama, þessi klukka er bara döð. Sko, hann er mjög erfiðari stöðu, sko, því að hann... Býtu, nú er Smokey í vesinni samt, sko, hann fór inn í Slardarinn, ok, hann kemur sér út. En ég ætla að segja, sko, þú þarft að ákveða, vil ég taka þátt í teamfightum og hefta sjálfan mig, af því að þú þarft farm, skilur, þegar þú ert karriinn. Býtu. Litzult, þetta var í Lotus. Litzinn dó sjálfur, Dewey er steinfastur inni, skiljið hann bara eftir strákar út, evacuate the premises. Býtu, hvernig virkaði þetta Litzulti? Hann fór í Lotus Orb, þess vegna... Já, ok, já. Það hlýtur einhver að vera með Lotus Orb, af því að það var reflected. Já, klukkan. Þannig að þetta var enemy Lotus Orb. Sko, já, en þú veist, þú pikkar lifestealer, skilur þú. Lifestealer þarf bara, þú veist, hann gerir ekki neitt nefn hann sé komið Rauti og SMY og mögulegt í viðbót. Svo er líka pikkar lifestealer með þessum hetjum. Og þú veist, hvað á lifestealerinn að gera, skilur þú? Ég tek þetta tilbaka, ekki hlusta á mig. Af því að þú veist, segjum bara að þú verður að spila með Centaur, af því að þú ert big Centaur fan. Ok, þetta er endar alveg damage. Þeir eru með mikið armor Slardar og Darkseer er náttúrulega með hérna Crimson og eitthvað. Abaddon er með slatt armor, sérstaklega fyrir Asie, þá krittar þetta eitthvað magic damage eitthvað. Þetta basically negatar armor, þetta sem að vindurinn til með. Er eitthvað item sem þau getur bjargað TDE núna? Eitthvað clutch item sem að myndi einhvern veginn virka? Sko, ég held Aghanems meira segja á vindurinn, þetta er á móti Slardar hérna heisi, þannig að það er ekki Divine Rape solid, sko já, ég held að hundurinn þarf einhvern veginn, hann er búinn að lenda dálítið inn í bara súpunni og hann þarf eitthvað BKB á að hlaupa út og svo deyr hann bara. Ég held að hann þurfa einhvern veginn að fá að vera fyrir utan og ná að pumpa út alvöru skaða, sko. Það því að lifestealerinn, þú veist, hann er kannski tankjörð að drepa hann, en hann er ekki að fara eitthvað 1v5 á þessum tímafóti. Þú veist, hann er ekki að fara... þeir eru ekki að fara að fá skaðan sem þeir þurfa. Þannig að þeir þurfa í rauninni bara góðan fight position sem sé vel. Já, þeir þurfa, sko, fyrsta lagi má góið á Darkseer ekki vera á meir en 2. Og helst, þessir tveir ættu helst að vera lifestealer og klukkan. Og lifestealer hoppa bara inn í klukkuna og eitthvað. Þú veist, ef að Sús lendir í því þá er hann bara dauður saman með Víver og held ég saman með Vindrundir. Þannig að þeir þurfa bara að spila í úkslega erfiðu svona formationi þar sem eru bara 2 at the front og 3 in the back. Search units leave behind 150 radius trail sem slóar og damage. Bara ef þú searchaðir þá kemur einhvern svona rusl þeirra aftæði sem að slóa gæja. Já, það er örgulega geggjað til þess að hægja ennþá frekar. Já, það er satt svona ný... Þetta er alveg fínt, skilur, en ég kaupi eiginlega aldrei þetta sér. Aghanems er hjútsamt, sko. Já. Náttúrulega, lifestealer er með reyti, sko, þannig að... þeir eru með reyti nú þegar, þannig að það væntalega... Þú vilt örgulega bara fá Vindrundirinn, sko. En já, hún er að fara í Nullifier. Nullifier á... Glimmerkeipin... Á Slard... Á Litskjöldin, væntalega. Því Darkseer er feitur, sko. Já, sko, þeir eru með 1k lítinn. Herra, hann er komið blink. Þetta er búið. Ekki vel played. Hann er með nútralæti með hérna blott eitthvað. Já. Þetta verður eitt feitt góð, sko. But now additionally costs hell. Já, það skiptir engum máli, sko. Þetta er tankigæði, sko. Hann fær bara basically huge AOE, sko. Horfðu, watch and learn. Ég er að setja mig í stellingar hérna, ég er bara komin úr skonnum, ég er að bíða eftir þessu Darkseer góði, sko. Ég er ekki að horfa á neitt annað, sko.
Nei, þeir eru að pota, þeir eru verið að kommitta. Vindrundir í Kína sko, þannig að Abaddon bara að lemja. Ok, þetta var litla góði, þessi veggur fínt. Þetta samt í Lotusinn. Abaddon að gera það sem að Abaddon gerir best og bara lemja byggingu. Huey, skilji bara Huey eftir. Eða Akri, hann bara að lifa. Já, akkvot. Þessi litskjöldur náttúrulega frókin sko. Smokey einhvern veginn ekki að gera neitt og bara dauður. Þetta eru algjörlega dauðar hrygglunar hjá TDE hérna. Hvernig lifði Lich-in af? Er það hans eigin skjöldur eða var Abaddon líka að gefa hann skjöld? Hann með skjöldin, hann með Solar Crest, hann með Glimmer Cape, hann með Abaddon fyrir aftan sig, hann með Snapfire, hann með Mech. Drasl frá Darkseer. Spurning hvort það A1 fight, þeir verða að bíða til klukkunni. Ég ætla að viðurkenna, ég ekki bjartsýnn fyrir þeirra hönd. Þetta var meira þess ekki eitthvað svona Wombo, Combo, Darkseer inn í Slardar, inn í Kossa sko. Nei. Þetta var frekar underwhelming, not gonna lie, hjá mínu manni. En þú veist, hann þarf ekki að gera meir, skilur við. Af því að þeir eru 25k ahead. Spurningin bara að taka þér Ross, held ég. Hvenær fjall Rossin? Er hann komin upp? Ja, hann komin upp, held ég. Getur þú séð á mínum appinu hana? Já, það hann að þessi kall. Já, ok. Hæ? Nei, mennur það fyrir hitlið? Nei, bara, getur við séð á mínum appinu Já. Að því að það var grár punktur þarna? Nei, já, það hérna íkonið sem Býtu nú við. Já. Ok, það Darkseer Bomb. Nei, hérna, Infest Bomb segi ég. Gott pick-up á Lich-in. Ekki fara til Nakata, hann með 2 Lich-ult á sér, einhvern veginn. Hann döður, Smokey dó bara. Þessi Weaver Það að sleppa út. Já, þetta bara einhvern veginn. TDE vantar bara allt. Þeir vantar tankiness, þeir vantar damage. Það vantar control. Þessi Ice Claw algjörlega sturlaður, sko. Sjáðu, hlaupa, drepa, plam. Plam. Hann nullifæður og hann gæti ekki verið meira sama. Plam. Og býtu, ekki alveg sama lengur. Hundurinn going crazy. Plam. Góð-tilurinn. Já, ég meina. Núna þessi leikur bara búinn, held ég, sko. Herru. G kallað. GG, PÖ haldur sér lifandi. Ef þeir hefðu tapað þessari viðureign þá hefðu farið í lower sem mjög surprising. Eru líklega með fleiri MMR stig en langflest lið. TDE núna, þá PÖ sem sagt, ok, ræðum það eftir smá. Þessi leikur sem sagt allt annað tempo en í fyrirleiknum. Þú rændið það eins. Minna svona grúp upp einhvern veginn. Þú veist, ég ætla bara, eins og ég sagði í byrjun, ég skil ekki alveg drafti á TDE. Eða þú veist, hvað gera þessar hetjur og hvað gera þær saman? Getur þú sagt mér að þetta að horta hann á leik? Eins og Weaver og Sú sem supportar, þú veist. Hvað planið? Nei, ég að reyna að hugsa. Það svolítið erfitt. Náttúrulega, kannski voruð með eitthvað plan sem þið náðu ekki að executa og það stundum. Já, og ég skil það alveg, sko. En ég veit samt ekki hvað planið var, þú veist. Sem að þeir náðu ekki að executa. Sko kannski, náttúrulega þegar ég spilaði Dota, þá var þetta mjög hefðbundi hvernig ég spilaði á sínum tíma. Það var bara, gefðu karríunum pláss, spilaði í 45 mínútur til 55 mínútur og síðan bara rústar hann í lokin. Ég held að þú var að fara að segja, pickaði sniper support. Herra, það var náttúrulega bara því ég orðin þreyttur á að spila eitthvað annað og vera bara á fórnarlams altari í badda. Herru, farð þú inn í Andri, deyðu og svo drepu við rest. Ég meina, þannig virkar Dota bara oft, skilur við. Já. Það bara, þú eru bara fórnaðir. En nei, svona, að öllu grunni sleftu, PO bara spiluði seinni leiki miklu clean. Eins og ég segi, þú veist, TDE augljóslega með plan, skilur við. Ég bara veit ekki alveg nákvæmlega hvað það er. Fyrsti leikurinn þeirra var betri, það er líka spurning hvort að Morallin hafi dreigist aðeins niður eftir fyrsta tapið, sko. Já. Það hefur áhrif á ákvarðanir, það hefur áhrif á Team Synergy. Já, þessi vindrifti var líka alveg byrjað að meiða, sko, í lokin. Já. En hérna, þú veist, það var bara einhvern veginn aðeins svo seint. Þú sér að lifestealerinn náði aldrei að lemja neitt, sko. Býtu þessi Abaddon með lasi lítið damage, en hann var svo sem bara að taka turnana. Já, og ég minna úr með Weaver klukku. Þú veist, Súsin náttúrulega alltaf með fárlega svona inflated tölur. Mér finnst það svona, þú ættir eiginlega að deila með tveimur svona til að því að þú veist, mikið af þessu damage einhvern veginn damage sem að skiptir ekki máli að því að, þú veist. Últið. Já, bæði últið og ég raun bara eitthvað svona AOE, svona eitthvað poke sem að þú rýtina bara, þú veist. Þetta ekki svona impact damage.
Já, svo sér bara Darkseid fór bara í árurnar, Slardar tók bara kreatín og fokkin hljóp, sko. Og Abaddon bara eitthvað, gerði það sem Abaddon á að gera, sem lítið en mikilvægt. Og supportarnir bara spiluðu vel, sko. Já, og sér, sko, impact á þessum Darkseid, sko, þessi klukka, sko. Ég meina, klukka með Blade Mail Lotus bara þegar leikurinn búinn, sko. Þannig að Lotusin á klukkunni var ágætur í eitt skipt. Já, allavega tvisvar reflektaðan litsúlt, sko, en ég meina þú þarf meira impact, sko, en það er náttúrulega bara erfitt þegar þú ert að spila klukku, en Við náði Radiance á, já, alveg rétt, livestreaminu var Livestreaminu var dálítið hett, sko. aðeins á undan, já. Abba átti fyrir eitthvað krabbi lein, sko, en mér finnst það líka eitt af svona góða við Abaddon er að þú getur alveg átt fyrir eitthvað lélegt lein og ég meina eins og þegar við vorum að spila á móti PU þá lendi ég líka í því að eiga mjög slaft Abaddon lane. En svo færðu bara einhvern veginn 7 mínútur og farma og þá allt í einu ertu bara komið með allt sem þú þarft, sko. Spáum einu sinni í TD, hvað væri timingið þeirra? Í þessum leik? Já, bara sem hetjuval og itemval. Sko, Windrangerinn þarf held ég að vera svona the real carry þó að þú sért með lifestealer. Sko, klukkan bara svona til að forsa engage. Víverinn svona til að vera svona sneaky-beaky á svona the outskirts, ekki vera caught. Hann stóð sér ágætlega í byrjun, vitsinum. Já, þú veist, gefa vision og eitthvað svona. Svo stendur Sús aftast og pumpa bara inn damage basically. Hann svona á að koma upp, þú veist, á að provida damage sem þeim mögulega vantar frá til dæmis klukkunni. Lifesteal á bara að vera eitthvað svona að bróla, hann að manfighta í miðinni og vera svona, þú veist, helst unkillable. Og svo það Windrangerinn í raun sem svona, þú veist, sem að drepa gæja. Ég held að það sé planið og það meikar alveg sens, en þú veist, það er bara svo erfitt einhvern veginn eins og þú með Darkseid og þú vakkjuma bara alla kallana, sko. Hefðu þeir geta reynt eitthvað tower pusha fyrr? Bara... Nei, þú ert ekki með... Windrangerinn getur últað turnina, það ekki? Jú, en ég meina þú ert ekki með neitt tower damage, eða þú veist. Lóð mér að hugsa, ég reyna að spá í creep clearinu, sko. Já, þú ert alveg með fínt veiflýr, sko. Þú ert með Windrangerinn og Sús, sko. Já. Víver svona... Með pöttunum? Já, þú vilt ekki patta samt veif, sko. Já. Það er svo langt kúldan að því, sko. Þú líka, þú veist, þú getur Sikutsi á eitthvað, en það er alltaf riski ef þú ert að reyna að klíra undan óinni og hann var ekkert að farma með right-click, hann tók ekki Germinate fyrir hann á level 10 eða eitthvað. En allavega, þetta var bara, eins og þú segir, ég held að mögulega hafi bara þetta verið svona deflating game 1 fyrir TDE að þegar þeir spiluðu fyrstu þú voru að vinna leinin. Byrjuðu ótrúlega vel, sko. Já, ég var bara búinn að ákveða, þeir eru búin að vinna fyrsta leik. Þetta svona, þegar þú ert að vinna 13-0, þú ert bara eitthvað, herru, boys, þetta er easy peasy. Já. Og svo bara sparki pungin og þú ert bara, herru, úps, þú veist, erum við búnir að kasta þessu. Og við rættum það alveg á þann og þetta var bara svona. En já, PU, bara vel spilað og þeir eru 2-2, þannig að þeir fara núna í úrslita leik bara við eitthvað annað lið sem er 2-2. Mikilvægur leikur. Já, það eru leikir á morgun. Ég ætla að pitcha því að mitt lið er að spila á móti meme-klúbnum. Snorri og Dvergarnir á móti meme-klúbnum. Ég held að það veri banger. Er það streamað? Já, ég reikna nú fastlega með því, sko. Okkar líka sem betur fyrir byrjar hálftíma undan hinni viðregninni, þannig að ég vona að við séum í forgangi, sko. Svo eru Cromwell og liðið hans sem heitir Óreiðarhnakarnir. Minni mig, þeir allavega hitta það einhvern tímann. Eru svo á móti hamsterinum og skepnunum í hinum 2-1 seríunni. Þannig að eftir þær 2 seríur þá eru 2 lið komin í upper bracket og svo 2 önnur lið sem eru orðin 2-2. Þannig að þetta er algjört svona cage. Er enginn komin í lower þá það? Jú, það er einhver lið held ég sem eru orðin 0-3 en ekki í þessari, ekkert af þessum liðum. Það er líka allavega eitt lið komið upp sem er þá 3-0. Já, þannig að endilega tjekkið á Snorra og Dvergunum á móti meme-klúbnum á morgun og svo kannski takkið við bara hinn á voddinu, það verður ekki jafn skemmtilegur okkar. En bara takk fyrir okkur og takk Bergur og Snorri í production. Takk fyrir. Og takk Andri. Það var gaman.
Býttu hann að skipta akrein? Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 game hours can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.